Ragnhildur Alda Viljánsdóttir. Ég segi já. Sabína Leskop. Nei. Sanna Magdalena Mörtudóttir. Segi já. Skúli Helgason. Segi nei. Valgerður Sigurðardóttir. Já. Borgarfulltrúi segir já. Vigdís Hauksdóttir. Já. Þórdís Lóa Þórðarsdóttir. Segi nei. Örn Þórðarson. Segi já. Alexander Brím. Segi nei. Björn Gíslason. Að sjálfsögðu segi já. Borgarfulltrúi segir já. Dagur B. Eggertsson. Segi nei. Dóra Björg Guðjónsdóttir. Nei. Ellen Sæklín Kalmón. Ég segi nei. Pálur Bartharsson segir nei, tillagan er felld. Þá er tillaga D21 gatnamót Bústaðavegar og Reykjanesbrautar. Eyþór Laxdal Arnalds. Ég segi já. Heiða Björg Hilmisdóttir. Ég segi nei. Hjálmar Sveinsson. Ég segi nei. Katrín Alladóttir. Ég segi já. Kolbrún Baldursdóttir. Ég segi já. Borgarfulltrúi situr hjá. Líf Magnauðdóttir. Nei. Borgarfulltrúi segir nei. Marta Guðjónsdóttir. Ég segi já. Ólafur Káur Guðmundsson. Já. Ragnar Sigurðardóttir. Ég segi nei. Ragnhildur Alda Viljánsdóttir. Ég segi já. Var þetta já eða sitt hjá? Borgarfulltrúi segir já. Er þetta ekki mín tillaga? Okkar? Ég segi já. Borgarfulltrúi segir já. Sabína Leskop. Segi nei. Sanna Magdalena Mörtudóttir. Segi já. Borgarfulltrúi situr hjá. Skúli Helgason. Ég segi nei. Valgerður Sigurðardóttir. Segi já. Vigdís Hauksdóttir. Borgarfulltrúi segir já. Þórdís Lóa Þórðarsdóttir. Þórdís Lóa Þórðarsdóttir, borgarfulltrúi. Já, ég segi nei. Borgarfulltrúi segir nei. Örn Þórðarsson. Segi já. Alexander Brím. Segi nei. Björn Gíslason. Ég segi já. Dagur B. Eggertsson. Ég segi nei. Dóra Björg Guðjónsdóttir. Já, ég segi nei við að segja já. Ég segi nei. Borgarfulltrúi segir nei. Ellen Sæklín Kalmón. Segi nei. Og Pavel Bartósek segir nei. Tillagan er felld. Og þá er til að D22 breytingar til að Sjálfstæðisflokks full fjármögnun hjólreiðastíga. Eyþór Laxdal Arnalds. Ég segi já. Heiða Björg Hilmisdóttir. Ég segi nei. Hjálmar Sveinsson. Ég segi nei. Katrín Alladóttir. Ég segi já. Kolbrún Baldursdóttir. Ég bara afsaka, ég var ekki búin að skoða þessar uppfærslu. Það er Já, ég segi bara, jú, ég segi já, en... Borgarfulltrúi segir já. Líf Magnauðdóttir. Ég segi nei. Marta Guðjónsdóttir. Já. Ólafur Káur Guðmundsson. Já. Ragnar Sigurðardóttir. Segi nei. Ragnhildur Alda Viljánsdóttir. Segi já. Já. Sabína Leskop. Segi nei. Sanna Magdalena Mörtudóttir. Segi nei. Skúli Helgason. Segi nei. Valgerður Sigurðardóttir. Ég segi já. Vigdís Hauksdóttir. Já. Borgarfulltrúi segir já. Þórdís Lóa Þórðarsdóttir. Segi nei. Borgarfulltrúi segir nei. Örn Þórðarsson. Segi já. Alexander Brím. Segi nei. Björn Gíslason. Ég segi já. Dagur B. Eggertsson. Ég segi nei. Dóra Björg Guðjónsdóttir. Segi nei. Ellen Sæklín Kalmón. Ég segi nei. Pavel Bartósek segir nei og tillagan er felld. Þá er til að D23 breytingar til að Sjálfstæðisflokksins að tvöfalda fjölda hleðslustöðva fyrir rafbíla á næsta ári. Eyþór Laxdal Arnalds. Ég segi já. Heiða Björg Hilmisdóttir. Ég segi nei. Hjálmar Sveinsson. Ég segi nei. Katrín Alladóttir. Ég segi já. Kolbrún Baldursdóttir. Já, ég segi já. Borgarfulltrúi segir já. Líf Magnauðdóttir. Nei. Marta Guðjónsdóttir. Ég segi já. Ólafur Káur Guðmundsson. Já. Ragnar Sigurðardóttir. Nei. Ragnhildur Alda Viljánsdóttir. Já. Sabína Leskop. Nei. Sanna Magdalena Mörtudóttir. Nei. Skúli Helgason. Ég segi nei. Valgerður Sigurðardóttir. Ég segi já. Vigdís Hauksdóttir. Já. Þórdís Lóa Þórðarsdóttir. Segi nei. Örn Þórðarsson. Segi já. Borgarfulltrúi segir já. Alexander Brím. Segi nei. Björn Gíslason. Segi já.
Dagur B. Eggertsson, Nei. Dóra Björt Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi. Dóra Björt Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi. Nei. Borgarfulltrúi segir nei. Ég segi nei. Ellen Kalmon Ég segi nei. og Pavel Bartók segir nei. Tillagan er felld. Þá koma breytingar til borgarfulltrúa Sósíalistaflokks Íslands og hyggst forseti aftur draga nafn þess borgarfulltrúa sem nafnakallið byrjar á. Upp kemur talan 4 og er það Dóra Björt Guðjónsdóttir. Þá er tekin tillaga J1 niðurfellingu leigu hjá leigjendum félagsbústaða á krepputímum. Dóra Björt Guðjónsdóttir. Ég segi nei. Borgarfulltrúi segir nei. Ellen Kalmon, Segi nei. Eyþór Laxdal Arnalds, Ég segi nei. Heiða Björg Heimisdóttir, Hjálmar Sveinsson, Ég segi nei. Hjálmar Sveinsson, Hjálmar segir nei. Katrín Atladóttir, Segi nei. Kolbrún Baldursdóttir, Segi já. Líf Magnauðardóttir, Nei. Marta Guðjónsdóttir, Ég segi nei. Ólafur K. Guðmundsson, Nei. Ragnar Sigurðardóttir, Nei. Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir, Nei. Sabína Leskopf, Segi nei. Sanna Magdalena Mörtudóttir, Segi já. Skúli Helgason, Ég segi nei. Valgerður Sigurðardóttir, Ég segi nei. Vigdís Hauksdóttir, Nei. Borgarfulltrúi segir nei. Þórdís Lóa Þorvaldsdóttir, Nei. Borgarfulltrúi segir nei. Örn Þórðarson, Segi nei. Alexander Brím, Segi nei. Björn Gíslason, Ég segi nei. Dagur B. Eggertsson, Ég segi nei. Pavel Bartók segir nei. Tillagan er felld. Næst er tekin fyrir tillaga J2 að gera allt skólastarf á vegum borgarinnar gjaldfrjálst með öllu, þar með talið frístundaheimilin og máltíðir. Dóra Björt Guðjónsdóttir. Segi nei. Ellen Kalmon, Ég segi nei. Eyþór Laxdal Arnalds. Fyrirgefðu, Tillaga J2 að gera allt skólastarf á vegum borgarinnar gjaldfrjálst með öllu, þar með talið frístundaheimilin og máltíðir. það er sjálfseta. Borgarfundur greiðir ekki atkvæði. Heiða Björg Heimisdóttir, Ég segi nei. Hjálmar Sveinsson, Ég segi nei. Katrín Atladóttir, Hjáseta. Kolbrún Baldursdóttir. Já. Borgarfundur segir já. Líf Magnauðardóttir, borgarfundur. Já, ég myndi að sjálfsögðu að segja já ef það væri algjör meirihluti fyrir þessu en ég verð fyrir að segja nei. Við býðum ekki atkvæðaskýringar. Borgarfundur segir nei. Aha. Marta Guðjónsdóttir, Ég sitt hjá. borgarfundur setur hjá. Ólafur K. Guðmundsson, Sitt hjá. Ragnar Sigurðardóttir, Ég segi nei. Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir, Athyglisvert. Já. borgarfundur setur hjá. Sabína Leskopf, Segi nei. Sanna Magdalena Mörtudóttir, Segi já. Skúli Helgason, Ég segi nei. Valgerður Sigurðardóttir, Ég segi já. Vigdís Hauksdóttir, Ég ætla að segja já. Vigdís, Til að hjálpa líf út úr þessu. borgarfulltrúi segir já. Þórdís Lóa Þorvaldsdóttir, Segi nei. Örn Þórðarson, borgarfulltrúin setur hjá. Alexander Brím, Ég segi nei. borgarfulltrúi segir nei. Björn Gíslason, Ég sit hjá. Dagur B. Eggertsson, Ég segi nei. borgarfulltrúin segir nei. Borgarstjóri segir nei. Tillagan er felld. J3 að taka upp áskort fyrir tillagan er felld og þá er tillaga J3 að taka upp áskort fyrir notendur akstursþjónustu fatlaðs fólks. Dóra Björt Guðjónsdóttir. Þetta kerfi sé að fara á Ég segi nei. Afsakið. Ég segi nei. Fyrirgeðu, við þurfum að gera stutt hlé á fundi.
fundi er framhaldið í borgarstjórn Reykjavíkur og við erum að taka fyrir tillögu Sjóðstofnunar Íslands, breytingartillögu Sjóðstofnunar Íslands J3 að taka upp áskort fyrir notendur akstursþjónustu fatlaðs fólks. Dóra Björk Guðjónsdóttir. Ég segi nei. Ellen Sakling Kalmún. Ég segi nei. Eyþór Laxdal Arnalds. Ég seti hjá. Borgarfulltrúi situr hjá. Heiða Björk Hilmisdóttir. Segi nei. Hjálmar Sveinsson. Ég segi nei. Katrín Atladóttir. Sit hjá. Kolbrún Baldursdóttir. Ég segi já. Borgarfulltrúi segir já. Líf Magnæðardóttir. Nei. Marta Guðjónsdóttir. Ég sit hjá. Ólafur K. Guðmundsson. Sit hjá. Ragnar Sigurðardóttir. Ég segi nei. Ragnhildur Alda Viljánsdóttir. Ég sit hjá. Sabína Leskop. Nei. Sanna Magdalena Mörtusdóttir. Ég segi já. Skúli Helgason. Ég segi nei. Valgerður Sigurðardóttir. Ég sit hjá. Vigdís Hauksdóttir. Ég sit hjá. Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Ég segi nei. Örn Þórðarson. Sit hjá. Alexander Brím. Ég segi nei. Björn Gíslason. Ég sit hjá. Davíð B. Eggertsson. Ég segi nei. Og Pavel Bartóks segir nei. Tillagan er felld. Næst er tekin fyrir tillaga J4 hækkun fjárhagsaðstoðar. Dóra Björk Guðjónsdóttir. Ég segi nei. Ellen Sakling Kalmún. Segi nei. Eyþór Laxdal Arnalds. Sit hjá. Heiða Björk Hilmisdóttir. Segi nei. Hjálmar Sveinsson. Segi nei. Katrín Atladóttir. Katrín Atladóttir, borgarfulltrúi. Var það J4? Þetta er tillaga J4 hækkun fjárhagsaðstoðar. Ok, ég sit hjá. Borgarfulltrúi situr hjá. Kolbrún Baldursdóttir. Ég segi já. Líf Magnæðardóttir. Nei. Borgarfulltrúi segir nei. Marta Guðjónsdóttir. Já. Borgarfulltrúi situr hjá. Ólafur K. Guðmundsson. Sit hjá. Ragnar Sigurðardóttir. Ég segi nei. Ragnhildur Alda Viljánsdóttir. Ég sit hjá. Sabína Leskop. Ég segi nei. Sanna Magdalena Mörtusdóttir. Ég segi já. Skúli Helgason. Ég segi nei. Valgerður Sigurðardóttir. Ég sit hjá. Borgarfulltrúi situr hjá. Vigdís Hauksdóttir. Sit hjá. Borgarfulltrúi situr hjá. Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Nei, nei. Örn Þórðarson. Sit hjá. Alexander Brím. Björn Nei. Gíslason. Ég sit hjá. Davíð B. Eggertsson. Nei. Pavel Bartóks segir nei. Tillaga J4 er felld. J5 tillaga desember uppbót. Dóra Björk Guðjónsdóttir. Segi nei. Ellen Sakling Ég Kalmún. segi nei. Segi nei. Eyþór Laxdal Arnalds. Ég segi já. Heiða Björk Hilmisdóttir. Segi nei. Hjálmar Sveinsson. Ég segi nei. Katrín Atladóttir. Ég segi já. Kolbrún Baldursdóttir. Ég segi já. Líf Magnæðardóttir. Líf Magnæðardóttir. Breytingar skammtímaliðum fjárfestingar. Líf Magnæðardóttir, borgarfulltrúi. Heyrst ekki mér? Jú, heis nú. Það er mitt. Líf Magnæðardóttir, borgarfulltrúi. Nei, ég sagði nei. Borgarfulltrúi segir nei. Marta Guðjónsdóttir. Ég segi já. Ólafur K. Guðmundsson. Já. Ragnar Sigurðardóttir. Ég segi nei. Ragnhildur Alda Viljánsdóttir. Ég segi já. Sabína Leskop. Ég segi nei. Sanna Magdalena Mörtusdóttir. Ég segi já. Skúli Helgason. Ég segi nei. Valgerður Sigurðardóttir. Ég segi já. Vigdís Hauksdóttir. Já. Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Nei, nei. Örn Þórðarson. Segi já. Alexander Brím. Ég segi nei. Björn Gíslason. Ég segi já. Davíð B. Eggertsson. Ég segi nei. Pavel Bartóks segir nei. Tillagan er felld. Það var tillaga J6 tillaga greiðslu NPA samninga. Dóra Björk Guðjónsdóttir. Ég segi nei.
Ellen Sakling Kalmon, Ég segi nei. Eyþór Laxdal Arnalds, Sitt hjá. Borgþór situr hjá, Heiða Björk Hilmisdóttir, Ég segi nei. Hjálmar Sveinsson, Ég segi nei. Katrín Altadóttir, Ég sit hjá. Kolbrún Baldursdóttir, Ég sit hjá. Líf Magnúðardóttir, Nei. Marta Guðmundsdóttir, Ég sit hjá. Ólafur K. Guðmundsson, Ég sit hjá. Ragnar Sigurðardóttir, Ég segi nei. Ragnhildur Alda Viljánsdóttir, Ég sit hjá en boða bókun. það er einnig sett að búa bókun við liðunum í heilsinni. Sabína Leskopf, Nei. Sanna Magdalena Mörtusdóttir, Segi já. Skúli Helgason, Segi nei. Valgerður Sigurðardóttir, Ég sit hjá. Vigdís Hauksdóttir, Forseta. Borgþór situr hjá, Þórdís Lóa Þórsdóttir, Segi nei. Örn Þórðarsson, Sitt hjá. Alexander Brím, Segi nei. Björn Gíslason, Sitt hjá. Dagur Björkesson, Nei. Pavel Bottok segir nei, tillagan er felld. Þá er tillaga J7 fjárfestingu gegn húsnæðiskreppu. Dóra Björk Guðjónsdóttir, Dóra Björk Guðjónsdóttir, Hún er aftur dottin út, já. Dóra Björk Guðjónsdóttir bókafulltrúi. Við spyrjum afstöðunni til J7. Já. Ég segi nei. Borgarfulltrúi segir nei. Ellen Sakling Kalmon, Ég segi nei. Eyþór Laxdal Arnalds, Ég sitt hjá. Heiða Björk Hilmisdóttir, Ég segi nei. Hjálmar Sveinsson, Ég segi nei. Katrín Atladóttir, Ég sit hjá. Kolbrún Baldursdóttir, Já, ég hef bara ekki kynnt mér þetta. Bið- Ég sit hjá. Ég hef ekki kynnt Borgarfull- mér þetta. maður byrðum afstöð borgarfulltrúa, setja borgarfullin hjá. Borgarfullin setur hjá. Líf Magnúðardóttir, Nei. borgarfullin segir nei. Marta Guðjónsdóttir, Ég sit hjá. Ólafur K. Guðmundsson, Ég sit hjá. Ragnar Sigurðardóttir, Ég segi nei. Ragnhildur Alda Viljánsdóttir, Ég sit hjá. Sabína Leskopf, Segi nei. Sanna Magdalena Mörtusdóttir, Segi já. Skúli Helgason, Ég segi nei. Valgerður Sigurðardóttir, Ég sit hjá. Vigdís Hauksdóttir, Forseta. Þórdís Lóa Þórsdóttir, Segi nei. Örn Þórðarsson, Já, þetta. Alexander Brím, borgarfulltrúi segir nei. Björn Gíslason, Ég sitt hjá. Dagur Björkesson, Nei. Pavel Bottok segir nei, tillagan er felld. Þá er það tillaga J8, tillaga útsvar af fjármagnstekjum sem fjármagn í félagsleg verkefni sveitarfélaga. Dóra Björk Guðjónsdóttir, Ég segi nei. Ellen Sakling Kalmon, Ég segi nei. Eyþór Laxdal Arnalds, Ég segi nei. Heiða Björk Hilmisdóttir, Segi nei. Hjálmar Sveinsson, Ég segi nei. Katrín Altadóttir, Ég segi nei. Kolbrún Baldursdóttir, Ég segi nei. borgarfulltrúi segir nei. Líf Magnúðardóttir, Nei. Marta Guðjónsdóttir, Ég segi nei. Ólafur K. Guðmundsson, Nei. Ragnar Sigurðardóttir, Ég segi nei. Ragnhildur Alda Viljánsdóttir, Ég segi nei. Sabína Leskopf, Segi nei. Sanna Magdalena Mörtusdóttir, Segi já. Skúli Helgason, Ég segi nei. Valgerður Sigurðardóttir, Ég segi nei. Vigdís Hauksdóttir, Ég segi nei. Þórdís Lóa Þórsdóttir, Ég segi nei. Örn Þórðarsson, Segi nei. Alexander Brím, Segi nei. Björn Gíslason, Ég segi nei. Dagur Björkesson, Nei. Pavel Bottok segir nei, tillagan er felld. Þá komum við að breytingartillögum borgarfulltrúa Miðflokksins. Upp kemur talan 18 sem er Skúli Helgason. Þá er tekin fyrir tillaga M1 hækkun á upphæð frístundakorts. Skúli Helgason, Ég segi nei. Valgerður Sigurðardóttir,
Ég segi já. Vigdís Hauksdóttir, Já. Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, Ég segi nei. Örn Þórðarson, Segi já. Alexander Brím, Segi nei. Björn Gíslason, Segi já. Davíð Bjarkesson, Ég segi nei. Dóra Björk Guðjónsdóttir, Ég segi nei. Ellen Sæklín Kalmon, Ég segi nei. Eyþór Laxdal Arnalds, Segi já. Heiða Björk Hilmisdóttir, Ég segi nei. Hjálmar Sveinsson, Ég segi nei. Katrín Atladóttir, Hvað voru alltaf kjósum, sorry? til afgreiðslu til að M1 hækkun á upphæð frístundakorts. Katrín Atladóttir, borgarfulltrúi. Ég segi já. Kolbrún Baldursdóttir, Segi já. Líf Magnúðardóttir, Líf Magnúðardóttir, Nei. borgarfulltrúi segir nei. Marta Guðjónsdóttir, Ég segi já. Ólafur K. Guðmundsson, Já. Ragnar Sigurðardóttir, Ég segi nei. Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir, Ég segi já. Sabína Leskop, Ég segi nei. Sanna Magla Mörtdóttir, Ég segi já. Pavel Bartósek segir nei, tillagan er felld. Og þá er næst tekin fyrir tillaga M2 endurgreiðslu inntaksgjalds vegna ljósleiðarvæðingar á Kjalarnesi. Skúli Helgason, Ég segi nei. Valgerður Sigurðardóttir Ég segi já. og þá er það Vigdís Hauksdóttir, Já. Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, Nei. Örn Þórðarson, Segi já. Alexander Brím, Segi nei. Björn Gíslason, Segi já. Davíð Bjarkesson, Ég segi nei. Dóra Björk Guðjónsdóttir. Hún datt út á fundinum. Hún var að glókast hennar. Við ætlum að halda örlítið áfram þá og þá er það Ellen Sæklín Kalmon. Ég segi nei. Eyþór Laxdal Arnalds, Ég segi já. Heiða Björk Hilmisdóttir, Ég segi nei. Hjálmar Sveinsson, Segi nei. Katrín Atladóttir, Ég segi já. Kolbrún Baldursdóttir, Segi já. Líf Magnúðardóttir, Líf Magnúðardóttir, Nei. það er nei. Marta Guðjónsdóttir, Ég segi já. Ólafur K. Guðmundsson, Já. Ragnar Sigurðardóttir, Ég segi nei. Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir, Ragnhildur Ég segi já. Sabína Leskop, Nei. Sanna Magda Mörtudóttir, Segi já. borgarfulltrúi segir já og Dóra Björk Guðjónsdóttir áttu eftir að hafa þína afstöðu fram. Ég segi nei. Borgarfulltrúi segir nei og Pavel Bartósek segir nei, tillagan er felld. Næst er að tillaga M3 hagræðingu og forgangsröðun í þágu lögbundinna verkefna. Skúli Helgason, Ég segi nei. Valgerður Sigurðardóttir, Ég segi já. Vigdís Hauksdóttir, Já. Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, Nei. Örn Þórðarson, Segi já. Alexander Brím, Segi nei. Björn Gíslason, Segi já. Davíð Bjarkesson, Segi nei. Dóra Björk Guðjónsdóttir, Segi nei. Ellen Sæklín Kalmon, Ég segi nei. Eyþór Laxdal Arnalds, Ég segi já. Heiða Björk Hilmisdóttir, Ég segi nei. Hjálmar Sveinsson, Ég segi nei. Katrín Atladóttir, Ég segi já. Kolbrún Baldursdóttir, Ég segi já. Líf Magnúðardóttir, Marta Guðjónsdóttir, Já. Ólafur K. Guðmundsson, Ólafur K. Guðmundsson, Já. borgarfulltrúi segir já. Ragnar Sigurðardóttir, Ég segi nei. Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir, Ég segi já. Sabína Leskop, Ég segi nei. Sanna Magda Mörtudóttir, Ég segi já. borgarfulltrúi segir hjá og Pavel Bartósek segir nei, tillagan er felld. Þá er tillaga M4 úttekt á starfsemi æðstu stjórnar Reykjavíkur. Skúli Helgason, Skúli Helgason, borgarfulltrúi, Hann segir nei. borgarfulltrúi segir nei. Valgerður Sigurðardóttir, Já. Vigdís Hauksdóttir, Já. Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, Heyrir í mig núna? ég heyri, forseti heyrir,
og vill fá afstöðu til, Ég segi nei. já, Örn Þórðarson, Segi já. Alexander Brím, Ég segi nei. Björn Gíslason, Segi já. Dagur B. Eggertsson, Ég segi nei. Dóra Björk Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi, Já, Pavel Bartosek, forseti, ég segi nei. bestu þakkir fyrir það, Dóra Björk Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi, Elísa Kling Kalman, Ég segi nei. Eyþór Laxdal Arnalds, Ég er búin að opna fundin í Sólborgu. Eyþór Laxdal Arnalds, borgarfulltrúi, Segi já. borgarfulltrúi segir já, Heiða Björk Hilmisdóttir, Ég segi nei. Hjálmar Sveinsson, Ég segi nei. Katrín Halldórsdóttir, Ég segi já. Kolbrún Baldursdóttir, Já. borgarfulltrúi segir já, Líf Magnúsdóttir, Nei. Marta Guðjónsdóttir, Segi já. Ólafur Káur Guðmundsson, Já. Ragnar Sigurðardóttir, Segi nei. Ragnhildur Alda Viljánsdóttir, Ég segi já. Sabína Leskop, Segi nei. Sanna Magdalena Mörsdóttir, Ég segi já. borgarfulltrúi situr hjá og Pavel Bartosek segir nei. Tillagan er felld. Þá er það tillaga M5 niðurfellingu fasteignagjalda. Það er þá Skúli Helgason, Ég segi nei. Valgerður Sigurðardóttir, Ég segi já. Vigdís Hauksdóttir, borgarfulltrúi segir já, Þórdís Lóa Þórðarsdóttir, Nei. nei, Örn Þórðarson, Segi já. það er já, Alexander Brím, Ég segi nei. Björn Gíslason, Segi já. Dagur B. Eggertsson, Segi nei. Dóra Björk Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi, Nei. það er nei, Elísa Kling Kalman, Ég segi nei. Eyþór Laxdal Arnalds, Eyþór Laxdal Arnalds, borgarfulltrúi, Segi já. Heiða Björk Hilmisdóttir, Ég segi nei. Hjálmar Sveinsson, Ég segi nei. Katrín Atladóttir, Segi já. Kolbrún Baldursdóttir, Nei. Líf Magnúsdóttir, Nei. Marta Guðjónsdóttir, Ég segi já. Ólafur Káur Guðmundsson, Segi já. Ragnar Sigurðardóttir, Ég segi nei. Ragnhildur Alda Viljánsdóttir, Segi já. Sabína Leskop, Segi nei. Sanna Magdalena Mörsdóttir, Segi nei. borgarfulltrúi segir nei og Pavel Bartosek segir nei. Tillagan er felld. Og þá er komið að breytingartillögum borgarfulltrúa Flokks fólksins og verður aftur dregið þann borgarfulltrúa sem, og það er uppgefndalega 1 sem er Alexander Brím. Og þá er spurt afstöðu til breytingartillögu F1 varðandi afnám hagræðingarkröfu á skólafrístundarsviði og velferðarsviði 2021. Alexander Brím, Ég segi nei. Björn Gíslason, borgarfulltrúi, Sit hjá. Sit hjá. það er hjásetta, Dagur B. Eggertsson, Erum við að greiða atkvæði hvað fyrir geðu? breytingartillögu F1 Flokks Nei. fólksins varðandi Ég segi afnám, nei. borgarfulltrúi segir nei. Dóra Björk Guðjónsdóttir, Ég segi nei. Elísa Kling Kalman, Segi nei. Eyþór Laxdal Arnalds, Ég sit hjá. Heiða Björk Hilmisdóttir, Ég segi nei. Hjálmar Sveinsson, Ég segi nei. Katrín Atladóttir, Ég segi já. borgarfulltrúi situr hjá, Kolbrún Baldursdóttir, Já. Líf Magnúsdóttir, Nei. Marta Guðjónsdóttir, Ég segi já. Ólafur Káur Guðmundsson, Sit hjá. Ragnar Sigurðardóttir, Ég segi nei. Ragnhildur Alda Viljánsdóttir, Ég segi já. Sabína Leskop, Ég segi nei. borgarfulltrúi segir nei. Sanna Magdalena Mörsdóttir, Ég segi já. Skúli Helgason, Ég segi nei. Valgerður Sigurðardóttir, Ég sit hjá. Vigdís Hauksdóttir, Hjásetta. Þórdís Lóa Þórðarsdóttir, Ég segi nei. Örn Þórðarson, Hjásetta. Pavel Bartosek segir nei. Tillagan er felld. Það var til að F2 hækkun á úthlutun fjárhæða fyrir íslenskukennslu vegna barnaverndu uppruna sem fellur niður það sem tillaga sem gengur lengra hefur samþykkt. Þá er næst til að F3
að breytingu á fjárhagsáætlun Reykjavíkur til 2021 afnám tekjutenginga við húsnæðisstuðning. Alexander Brím. Nei. Björn Gíslason. Aftur. Bjössi. Björn Gíslason. Já, segi já. Borgarfulltrúi segir já. Davíð Bjarnason. Ég segi nei. Dóra Björt Guðjónsdóttir. Ég segi nei. Elín Signý Kalmón. Ég segi nei. Eyþór Laxdal Arnalds. Ég segi já. Heiða Björk Hilmisdóttir. Segi nei. Hjálmar Sveinsson. Segi nei. Katrín Atladóttir. Katrín Atladóttir. Borgarfulltrúi. Já, er þetta F3? Þetta er F3, já. Já, ég segi já. Borgarfulltrúi segir já. Kolbrún Baldursdóttir. Já. Líf Magnúðardóttir. Nei. Marta Guðjónsdóttir. Ég segi já. Ólafur K. Guðmundsson. Já. Ragnar Sigurðardóttir. Ég segi nei. Ragnhildur Alda Viljánsdóttir. Herri, ég samþykki og segi já, en ég ætlaði þetta líka að segja já í þinnstilu, ég rugglaðist bara hans. Nei, ég meina, ég er að vitlaust, nei, ég segi já, punktur. Borgarfulltrúi segir já, Borgarfulltrúi segir já, það er ekki beðið atkvæðaskýringar. Nei, ég bara... Sabína Leskop. Sabína Leskop. Nei. Sanna Magdalena Mörtusdóttir. Já. Skúli Helgason. Segi nei. Valgerður Sigurðardóttir. Ég segi já. Vigdís Hauksdóttir. Já. Þórdís Lóa Þórðardóttir. Segi nei. Örn Þórðarson. Segi já. Pál Bartók segir nei, tillagan er felld. Þá er tekin fyrir tillaga F5 stöðugildi talmeinafræðinga hjá leik- og grunnskólum Reykjavíkur verið fjölgað 2 með það markmið að stytta biðlista barna til talmeinafræðinga. Alexander Brím. F4, forseti. Fyrirgefðu. Forseti verður bent á að hann hefur glemt að taka fyrir atkvæðislum F4. Fallur niður, eða ekki? Nei, það var F2 sem féll niður. F4 er óbreytt. Forseti hefur ruglast. Hann strikaði yfir ranga línu. Þá er það til að F4 vannýttar fjárhæðir frístundakosts sem vegna COVID færist yfir á næsta ár 2021. Alexander Brím. Ég segi nei. Björn Gíslason. Ég segi já. Davíð Bjarnason. Nei. Dóra Björt Guðjónsdóttir. Nei. Elín Signý Kalmón. Segi nei. Eyþór Laxdal Arnalds. Ég segi já. Heiða Björk Hilmisdóttir. Segi nei. Hjálmar Sveinsson. Hjálmar Sveinsson. Hjálmar Sveinsson. Nei. Takk fyrir það. Katrín Atladóttir. Ég seti hjá. Borgarfulltrúi setur hjá. Kolbrún Baldursdóttir. Segi já. Líf Magnúðardóttir. Líf Magnúðardóttir, borgarfulltrúi. Nei. Nei. Það er nei. Nei. Marta Guðjónsdóttir. Ég seti já. Ólafur K. Guðmundsson. Segi já. Ragnar Sigurðardóttir. Ég segi nei. Ragnhildur Alda Viljánsdóttir. Ég seti já. Sabína Leskop. Nei. Sanna Magdalena Mörtusdóttir. Ég segi já. Skúli Helgason. Segi nei. Valgerður Sigurðardóttir. Ég segi já. Vigdís Hauksdóttir. Ég ætla að samþykkja þessa tillögu. Borgarfulltrúi segir já. Þórdís Lóa Þórðardóttir. Nei. Örn Þórðarson. Aftur. Segi já. Borgarfulltrúi setur hjá. Pál Bartók segir nei, tillagan er felld. Og þá er komið að tillögu F5 að stöðugildi talmeinafræðinga hjá leik- og grunnskólum Reykjavíkur verði fjölgað 2 með það að markmið að stytta biðlista barna til talmeinafræðinga. Alexander Brím. Nei. Björn Gíslason. Ég segi já. Davíð Bjarnason. Ég segi nei. Dóra Björt Guðjónsdóttir. Dóra Björt Guðjónsdóttir. Datt út. Dóra Björt Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi. Hún datt af fundinum. Hún er við höldum örlítið áfram, það er Elín Signý Kalmón. Ég segi nei. Eyþór Laxdal Arnalds. Ég segi já. Heiða Björk Hilmisdóttir.
Ég segi nei. Hjálmar Sveinsson, Ég segi nei. Katrín Atladóttir, Ég set já. Kolbrún Baldursdóttir, Segi já. Líf Magnúðardóttir, Nei. Marta Guðjónsdóttir, Ég set já. Ólafur K. Guðmundsson, Ég set já. Ragnar Sigurdóttir, Ég segi nei. Ragnhildur Alda Viljánsdóttir, Ég set hjá. Sabína Leskop, Nei. Sanna Magla Mörtudóttir, Segi já. Skúli Helgason, Ég segi nei. Valgerður Sigurðardóttir, Ég set já. Vigdís Hauksdóttir, Hjáseta. Þórdís Lóa Þórðardóttir, Segi nei. Örn Þórðarsson, Set já. Pál Bartóks segir nei, tillagan er felld. Þá er það tillaga F6 að stöðugildum sálfræðinga í leik- og grunnskólum verði fjölgað. Já, og svo framvegis. Það er líka nei sem sé. Já, afsakið borgarfinn Dóra Björg Guðjónsdóttir segir nei við tillögu F5 og tillagan er felld. Þá er tillaga F6 að stöðugildum sálfræðinga hjá leik- og grunnskólum verði fjölgað og svo framvegis. Það er Alexander Brím, Segi nei. Björn Gíslason, Set já. Dagur Bjargeirsson, Nei. Dóra Björg Guðjónsdóttir, Nei. Ellen Sæklín Kalmón, Ég segi líka nei. Eyþór Laxdal Arnalds, Ég set já. Heiða Björg Hilmisdóttir, Ég segi nei. Hjálmar Sveinsson, Nei. Ég segi nei. Katrín Atladóttir, Ég set já. Kolbrún Baldursdóttir, Já. Líf Magnúðardóttir, Nei. Marta Guðjónsdóttir, Ég set já. Ólafur K. Guðmundsson, Set já. Ragnar Sigurdóttir, Nei. Ragnhildur Alda Viljánsdóttir, Ég set hjá. Sabína Leskop, Nei. Sanna Magda Mörtudóttir, Segi já. Skúli Helgason, Segi nei. Valgerður Sigurðardóttir, Set já. Vigdís Hauksdóttir, Set já. Þórdís Lóa Þórðardóttir, Segi nei. Örn Þórðarsson, Aftur Örn. Set já. Pavel Bartósek segir nei, tillaga F6 er felld. Og þá er það tillaga F7 greiðslu aðstoðstyrk fyrir dagforeldra. Alexander Brím, Segi nei. Björn Gíslason, Segi já. Dagur Bjargeirsson, Ég segi nei. Dóra Björg Guðjónsdóttir, Segi nei. Ellen Sæklín Kalmón, Segi nei. Eyþór Laxdal Arnalds, Segi já. Heiða Björg Hilmisdóttir, Ég segi nei. Hjálmar Sveinsson, Ég segi nei. Katrín Atladóttir, Segi já. Kolbrún Baldursdóttir, Já. Líf Magnúðardóttir, Nei. Marta Guðjónsdóttir, Ég segi já. Ólafur K. Guðmundsson, Já. Ragnar Sigurdóttir, Segi nei. Ragnhildur Alda Viljánsdóttir, Segi já. Sabína Leskop, Segi nei. Sanna Magda Mörtudóttir, Set hjá. Skúli Helgason, Segi nei. Valgerður Sigurðardóttir, Ég segi já. Vigdís Hauksdóttir, borgarfulltrúi segir já, Þórdís Lóa Þórðardóttir, Segi nei. Örn Þórðarsson, Segi já. Pavel já. Samþykki. borgarfulltrúi segir já og Pavel Bartók segir nei, tillagan er felld og já, tillagan er felld. Gert verður 2 mínútna hlé á fundi.
Fundi framhaldið í borgarstjórn Reykjavíkur og kemur þá að því að samþykkja þá tillögu sem svo breytta og næst verða þá greidd atkvæði skýrðuliðina í því skjali sem borgarfulltrúum hefur sent og forseti gera tillögu sinni að kosið verður alla þá liði í einu. Þetta samt þá staðfesting á þeim niðurstöðum núna sem liggja fyrir samt bara staðfesting á þeim liðum sem skýrður í skjalinu sem eru eftirfarandi en forseti bera það upp alla í einu. Það samt liðirnir sem bera borðnir upp allir í einu ef enginn hefur matmál eru skatttekjur í heild, rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði, fjármagnstekjur og fjármagnsgjöld, rekstrarniðurstaða aðalsjóðs og liðirnir sem hafa ekki áhrif á sjóðstreymi, breytingar á skammtíma liðum, fjárfestingarhreyfingar og fjármagnshreyfingar og hækkun á handbæru fé, rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði og fjármagnstekjur eignasjóðs, rekstrarniðurstaða eignasjóðs, liðir sem ekki hafa áhrif á sjóðstreymi, breytingar á skammtímaliðum, fjárfestingarhreyfingar, fjármögnunarhreyfingar og hækkun á handbæru fé. Og síðan í A-hlutunum og þar þarf að samþykkja rekstrarniðurstöðu fyrir fjármagnsliði, fjármagnstekjur, rekstrarniðurstaða og liðir sem ekki hafa áhrif á sjóðstreymi, fjárfestingar og fjármögnunarhreyfingar og hækkun á handbæru fé, frumvarp að fjárhagsáætlun A-hluta í heild með áorðnum breytingum og þar þarf að staðfesta rekstrarniðurstöðu fyrir fjármagnsliði, fjármagnstekjur og gjöld og tekjuskatt, matsbreytingu fjárfestinga eigna, rekstrarniðurstöðu A- og B-hluta, liðir sem ekki hafa áhrif á sjóðstreymi og breytingar á skammtíma liðum, fjárfestingar og fjármögnunarhreyfingar ásamt hækkun og handbæru fé í A- og B-hluta og þetta samt ein atkvæðagreiðsla í heild sinni áður en frumvarpið í heild sinni svo breytt verður tekið til endanlegar afgreiðslu á borgarstjórn. Og forseti fyrst aftur draga þann borgarfulltrúa sem fyrstur verður í nafnakallinu. Upp kemur númer 11 sem Líf Magnúsdóttir borgarfulltrúi. Þannig að forseti hefur þá nafnakallið Líf Magnúsdóttir. Líf Magnúsdóttir. Já. Borgarfulltrúi segir já. Marta Guðjónsdóttir. Borgarfulltrúin segir nei. Nei. Ólafur K. Guðmundsson. Ég segi nei. Ragnar Sigurðardóttir. Segi já. Ragnhildur Alda Viljánsdóttir. Ég segi nei. Sabína Leskov. Já. Já, það já. Sanna Magdalena Mörtusdóttir. Ég segi já. Skúli Helgason. Ég segi já. Valgerður Sigurðardóttir. Ég segi nei. Vigdís Hauksdóttir. Nei. Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Segi já. Örn Þórðarsson. Segi nei. Alexander Brím. Ég segi já. Björn Gíslason. Ég segi nei. Dagur Bjargeirsson. Já. Dóra Björt Guðjónsdóttir. Ég segi já. Ellen Sæklin Kalmón. Ég segi já. Eyþór Laxdal Arnalds. Ég segi nei. Heiða Björk Hilmisdóttir. Ég segi nei. Hjálmar Sveinsson. Heiða Björk Hilmisdóttir. Nei, ég ætla að segja já, fyrirgefðu. Já, borgarfulltrúi segir já. Hjálmar Sveinsson. Já, ég ætla að segja já. Katrín Atladóttir. Ég segi nei. Kolbrún Baldursdóttir. Ég segi já. Borgarfulltrúi situr hjá. Pavel Bartarsson segir já. Þeir liðir sem voru bornir upp til atkvæða eru þá samþykktir. Og þá kemur að því að afgreiða í heild frumvarp af fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar árið 2021 með áorðnum breytingum. Og við höldum sem röð Líf Magnúsdóttir. Já. Marta Guðjónsdóttir. Segi nei. Ólafur K. Guðmundsson. Nei. Ragnar Sigurðardóttir. Ég segi já. Ragnhildur Alda Viljánsdóttir. Ég segi nei. Sabína Leskov. Segi já. Sanna Magdalena Mörtusdóttir. Já. Segir borgarfulltrúi já eða situr hjá? Sitt hjá. Borgarfulltrúi situr hjá. Skúli Helgason. Ég segi já. Valgerður Sigurðardóttir. Ég segi nei. Vigdís Hauksdóttir. Nei. Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Segi já. Örn Þórðarsson. Segi nei. Alexander Brím. Ég segi já. Björn Gíslason. Já, ég segi nei. Borgarfulltrúi segir nei.
Dagur B. Eggertsson. Ég segi já. Dóra Björt Guðjónsdóttir. Ég segi já. Ellen Sækling Kalmon. Ég segi já. Eyþór Lástar Arnalds. Segi nei. Heiða Björg Hilmisdóttir. Ég segi já. Hjálmar Sveinsson. Ég segi já. Katrín Atladóttir. Nei. Kolbrún Baldursdóttir. Sitt hjá. Borgarfulltrúinn situr hjá, Pavel Bartósek segir já. Og þá er frumvarpið fjárhagsáætlun samþykkt. Næst kemur að því að bera upp 5 ára áætlun Reykjavíkurborgar 2021 til 2025 með þá áætlun breytingum. Líf Magnúðardóttir. Líf Magnúðardóttir. Já. Það er já. Marta Guðjónsdóttir. Ég segi nei. Ólafur K. Guðmundsson. Segi nei. Ragnar Sigurðardóttir. Ég segi já. Ragnhildur Alda Viljánsdóttir. Ég segi nei. Sabína Leskop. Já. Sanna Magdalena Mörtudóttir. Já. Borgarfulltrúinn situr hjá. Skúli Helgason. Segi já. Valgerður Sigurðardóttir. Ég segi nei. Vigdís Hauksdóttir. Nei. Þórdís Lóa Þorláksdóttir. Já. Örn Þórðarson. Nei. Alexander Brím. Já. Björn Gíslason. Ég segi nei. Dagur B. Eggertsson. Borgarstjóri segir já. Borgarstjóri segir já. Dóra Björt Guðjónsdóttir. Ég segi já. Ellen Sækling Kalmon. Já. Eyþór Lástar Arnalds. Ég segi nei. Heiða Björg Hilmisdóttir. Ég segi já. Hjálmar Sveinsson. Ég segi já. Katrín Atladóttir. Ég segi nei. Kolbrún Baldursdóttir. Sitt hjá. Og Pavel Bartósek segir já. Þá er 5 ára áætlun Reykjavíkurborgar 2021-2025 samþykkt með áætlun breytingum. Nú þá er bókanir, Pavel. Já. Það forseti gerir ekki ráð fyrir að bókanir séu bóðar undir mörgum þessum liðum. En við skulum lesa það upp seinna. Og þá er gengið til atkvæða græna planið, sóknaráætlun Reykjavíkurborgar 2030, samanber 3. lið fundargerð borgarstjórnar frá 1. desember. Líf Magnúðardóttir. Já. Marta Guðjónsdóttir. Ég segi nei. Ólafur K. Guðmundsson. Nei. Ragnar Sigurðardóttir. Ég segi já. Ragnhildur Alda Viljánsdóttir. Ég segi nei. Sabína Leskop. Ég segi já. Sanna Magdalena Mörtudóttir. Já. Var þetta já eða sitt hjá? Ég hjá setja. Já, Borgarfulltrúinn situr hjá. Skúli Helgason. Segi já. Valgerður Sigurðardóttir. Ég segi nei. Vigdís Hauksdóttir. Ég segi nei. Þórdís Lóa Þorláksdóttir. Segi já. Örn Þórðarson. Segi nei. Alexander Brím. Segi já. Björn Gíslason. Ég segi nei. Dagur B. Eggertsson. Já. Dóra Björt Guðjónsdóttir. Ég segi já. Ellen Sækling Kalmon. Ég segi já. Eyþór Lástar Arnalds. Segi nei. Heiða Björg Hilmisdóttir. Ég segi já. Hjálmar Sveinsson. Ég segi já. Katrín Atladóttir. Ég segi nei. Kolbrún Baldursdóttir. Sitt hjá. Borgarfulltrúinn situr hjá og Pavel Bartósek segir já. Tillagan er samþykkt. Og að síðustu í þessari lotu er gengið til atkvæða tillögu af fjármál- og fjárfestingarstefnu Reykjavíkurborgar samanber 4. lið fundargerðar borgarstjórnar 1. desember. Líf Magnúðardóttir. Segi já. Marta Guðjónsdóttir. Nei. Ólafur K. Guðmundsson. Segi nei. Ragnar Sigurðardóttir. Segi já. Ragnhildur Alda Viljánsdóttir. Ég segi nei. Sabína Leskop. Já. Sanna Magdalena Mörtudóttir. Sitt hjá. Borgarfulltrúinn situr hjá. Skúli Helgason. Segi já. Valgerður Sigurðardóttir. Ég segi nei. Vigdís Hauksdóttir. Nei. Þórdís Lóa Þorláksdóttir. Segi já. Örn Þórðarson. Segi nei. Alexander Brím. Já. Björn Gíslason. Ég segi nei. Dagur B. Eggertsson. Ég segi já. Dóra Björt Guðjónsdóttir. Ég segi já. Ellen Sækling Kalmon. Ég segi já. Eyþór Lástar Arnalds. Segi nei. Heiða Björg Hilmisdóttir. Ég segi já. Hjálmar Sveinsson. Ég segi já. Katrín Atladóttir.
Segir nei. Kolbrún Baldursdóttir. Já. Borgarfulltrúi situr hjá. Pavel Bartósek segir já. Og þá tillaga fjármál- og fjárstyrkjastefnu samanber 4. fundargerðar borgarstjórnar 1. desember samþykkt. Nú á bókarnir hafa boðað í þessum liðum. Forseti biður þá borgarfulltrúa sem eru með bókarnir að senda þær á ritara en við ætlum að lesa þær upp í lok fundar. Þá það næsta mál á dagskránni ábyrgð á lántöku Sorpu BS vegna rekstraráætlunar samlagsins 2021 til 2025. Orðið laust undir þessum lið og hefur enginn hvatt sér hljóðs og þá umræðu lokið og verður gengið til atkvæða þann lið. Fyrirgefðu forseti, ég var búin að biðja orðið aðeins. Hver Vigdís Hauksdóttir. Vigdís Hauksdóttir, borgarfulltrúi Gjósuvers. Já, það náttúrulega, virðulega forseti ágæta borgarstjórn og tilheyrendur, það náttúrulega liðið langt fram á kvöld og hér verið að biðja enn frekara fjármagn inn í Sorpu, nýtt lán upp á 300 milljónir og verið að lengja í yfirdráttarheimildinni hjá Íslandsbanka til 31.12.2021. Allir þetta verið ekki gamall kunningi hér, það sem að eftirlifir allavega þessum áratug gæti ég trúa þeim sem að byrja. En ég ætla bara að vekja athygli borgarstjórnarmanna á þessari staðreynd að það verið að biðja framtíðar útsvarsgreiðendur í Reykjavík að bera ábyrgð á þessari upphæð á 300 milljóna króna og ég með stutta bóku forseti og fæ bara lesna því með orðið Sorpa BS sokkin í skuldir eins og Reykjavíkurborg nú verið að sækja samþykki fyrir lántöku vegna rekstraráætlunar 2021-2025 til borgarstjórnar. Að ræða framlengingu og yfirdráttarheimild að upphæð 1,1 milljarður hjá Íslandsbanka HF fram til 31.12.2021 ásamt nýrri lántöku allt að upphæð 300 milljóna króna til 10 ára. Sama uppskrift, sama fólk, borgarstjóri og meirihlutin í Reykjavík eiga ekki að koma nálægt fjármálum, þau koma öll á hausinn sem þau koma nálægt. Takk fyrir. Borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir hefur lokið máli sínu og þessu bókun og þá það Eyþór Laxdal Arnalds, borgarfulltrúi. Mælendaskrá. Takk fyrir. Ég ætlaði bara að lesa bókun sem við erum með þetta lið og hún svona. Þráttur í stórfellda hækkun gjaldskrár Sorpu þarf nú enn frekari ábyrgð skattgreiðandi Reykjavík fyrir nýjum lánum sem að reksturinn ekki sjálfbær. Þá liggur fyrir að væntanleg fjárfesting í endurvinnslustöðvum Sorpu upp á milljarða króna ófjármögnuð. Bent á að Sorpugjald hækka verulega á árinu 2021 á heimili og fyrirtæki. Ástæða þess mikil framúrkeyrsla á Sorpu BS og miklar launahækkanir hjá borginni. Dæmi yfir 30% hækkanir sem algjört stílbrot þegar almennt miðað við að gjaldskrá hækki ekki meira en 2,4% samanber lífskjarasamninginn. Frekar hógar bókun byrst afsökunar á því. Afsökunarbeiðnin móttekin og þá það Líf Magnúsdóttir sem hefur óskað eftir að taka til máls. Já, ágæti forseti og borgarstjórn. Í fyrsta lagi það langar mig að upp á Bergmannamál. Já, í fyrsta lagi það langar mig að segja að þetta svo sem ekki nýtt lán. Þetta hefur verið til umfjöllunar síðan í júlí á síðast ári og hefur verið í vinnslu langa lengi, var kynnt núna daginn og þetta þessi nýja endurnýjun á lánalífi varðandi yfirdráttarvexti til þess að hafa vaðið fyrir með sig. Við höfum ekki kannski talið með þau drög sem við lögðum fram á sínum tíma og það sem hefur verið samþykkt og það þurfti að nýta þetta. En það gott að hafa vaðið fyrir með sig. Svo langar mig að ítreka við borgarfulltrúa að það algjörlega tvær ólíkar aðgerðir sem við fórum í. Annars vegar þá leituðum við til eigenda Sorpu aukinn stofnframlög
og það þegar greitt inn í rekstur Gæju, þannig að það frá. Þessar gjaldstrarhækkanir eru ekki tilkomnar vegna fjárfestinga í Gæju. Við hafa það alveg á hreinu og tala þá hlutina eins og þeir eru. Og svo endurskoðum við fjárfestingur og fjármögnunar áætlun Sorpu og þetta var hluti af þeim pakka. Þannig að þetta tvennt ólíkt og varðandi endurvinnslustöðvarnar að tala eitthvað gat upp á 2 milljarða, þetta svo arfavítust og maður hefði haldið að Sjálfstæðisflokkurinn kynni fjármagn en þarna kristallast að hann hefur ekki kynnt sér rekstrar og fjárhagsáætlun Sorpu fyrir næsta ár. Við höfum lagt til 59 milljón krónur í hönnunarkostnað fyrir verkefni endurvinnslustöðvanna og það alveg á hreinu að sveitarfélögin koma til með að fjármagna breytingar en það liggur ekkert fyrir hvar þær verða. Það engar áætlanir til þetta. Þannig að þetta í rauninni bara frumdrög við bara rétt að hefja að teikna upp framtíð endurvinnslustöðvanna og það ekkert fast í hendi. Þetta bara alveg svo að segja að það sé hérna 15 til 25 milljarðar gat í rekstraráætlunum eða fjárfestingum Sorpu vegna þess að við þurfum að koma upp brennslu fyrir brennanlegan úrgang. Þetta alveg mikil vitleysa að halda því fram. Þannig að við gerum ráð fyrir því að eigum ekki til því vegna framkvæmda við endurvinnslustöðvana og þessi lánalína sem við erum hérna lengja í til 10 ára þetta á ekki að vera borgarfulltrúum ókunnugt en það höfum margoft farið bæði fyrir SSA og aðra með þessi mál til kynningar. Þannig að ég mjög hissa á afstöðu borgarfulltrúa sem hafa tekið máls. Þá veitir andsvar Eyþór Lástar Arnalds borgarfulltrúi. Fyrir það, ég vil benda borgarfulltrúa Líf Magnúsdóttur á að hér að ræða 5 ára fjárfestingaráætlun sem við að ræða, þannig að fjárþörfin fyrir endurvinnslustöðvarnar næsta ári bara hluti af því. Það alveg rétt að það stendur einmitt í greinargerð B-hlutafélögum á blaðsíðu 161 að það gert ráð fyrir fjárfestingum á 50 milljónir á næsta ári og það gert ráð fyrir einhvern hönnunarkostnað og svoleiðis. En síðan líka talað á sömu blaðsíðu að endurvinnslustöðin við Lambhagaveg að áætlunarkostnaður við hana einnar sér eru 840 milljónir. Síðan eru aðrar endurvinnslustöðvar sem talið að þurfa að ráðast í og kring ástæðum þá sjáum við fyrir okkur að það getur verið, þó sé ekki til áætlanir, þá getur verið að það þurfa að fjárfesta fyrir nokkra milljarða, kannski 3 og við erum bara einfaldlega að benda á þá staðar. Því það sérstaklega tekið fram í greinargerðinni að það ekki gert ráð fyrir þeim fjármunum sem Sorpu heldur eigendur vera þann kostnað. Borgarfulltrúi Eyþór Lástar Arnalds hefur þá lokið að veita ansvar og svara þá ansvari Líf Magnúsdóttir borgarfulltrúi. Forseti og borgarstjórn, ég reyndar þetta aðeins út þannig að ég misti af því sem Eyþór sagði en ég tel mig vita það. Borgarfulltrúin á þetta að vita það að áætlanir eru áætlanir og þetta félag í eigu sveitarfélaganna, þannig eðlilega ábyggjast þau alla uppbyggingu innviða Sorpu. Það sem við höfum ekki greint hvar endurvinnslustöðvarnar eiga að vera til framtíðar eða lagt það fyrir okkur og kann að skapast hagræði þegar sú teikning liggur á borðum. Eðli málsins samkvæmt. Þannig að áætlun er áætlun en að tala að það sé eitthvað gat upp á 2 milljarða þá getur borgarfulltrúin alveg eins talað það að það sé gat upp á 25 milljarða af því að það vantar brennslustöð. Þetta svo fámuna mikil vitleysa og ég held að borgarfulltrúin vissi betur og mér langaði bara að ítreka það hér. Svo langar mér líka að segja eins og borgarfulltrúin veit að fjármagn fyrir framkvæmdir eigenda miðast við íbúðarfjölda. Það skulum halda því líka til það. Borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir hefur lokið við að svara andsvari og þá hafa ekki fleiri
beðið orðið undir þessum lið og er Ansvari. Óskar borgarfulltrúi Eyþór Arnalds veitir þá ansvar öðru sinni. Forseti ágætu borgarfulltrúar, það er leiðilegt að tefja þennan fund svona kvöldið en á þeim kynningarfundi sem við fengjum með Sorpu þá hefur einmitt þessi tala 2 milljarðar komið fram og eingöngu endurvinnslustöðin við Lambhagaveg sem við talað á blaðsíðu 161 upp á 840 milljónir og í setningun einmitt á eftir þeirri tölu stendur orðrétt með leyfi forseta. Samkvæmt ákvörðun eiganda er þó fjárfesting í endurvinnslustöðum ekki hluti af fjárfestingaráætlun samlagsins. Þess í stað verða ákvörðun slíka fjárfestingar teknar af eigendum og undirbúningur og framkvæmd þeirra fjármagna sérstaklega á þeim. Kynningu líkur. Það er að segja að peningarnir í endurvinnslustöðunar á næstu 5 árum, hver sem fjárhæðin verður á endanum, er ófjármögnuð. Og svara þá ansvari öðru sinni borgarfulltrúi Líf Magnúðardóttir. Forseti ágætu borgarstjórn, mér heyrist að borgarfulltrúin skilji ekki fjármál Sorpu. Borgarfulltrúi Líf Magnúðardóttir hefur lokið að svara ansvari öðru sinni og þá hafa ekki fleiri hvatningsljós undir þessum lið og er hægt að ganga til þess að afgreiða tillöguna. Það var statusent sem ég bað Borgarfulltrúi Eyþór Arnalds hefur óskað eftir að gera stutta athugasemd. Forseti ágæta borgarstjórn, það er alveg hárrétt hjá borgarfulltrúi Líf Magnúðardóttir, ég skil ekki fjármál Sorpu og það er ekkert vandamál. Borgarfulltrúi Eyþór Arnalds hefur lokið að gera stutta athugasemd og þá hafa ekki fleiri hvatningsljós undir þessum lið og er hægt að ganga til þess að afgreiða tillöguna. Og er það númer 4 sem kemur upp sem er Dóra Björt Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Og forseti spyr nú afstöðu til tillögu undir lið 4 ábyrgð á lántöku Sorpu BS vegna rekstraráætlunar samlagsins 2021 til 2025. Dóra Björt Guðjónsdóttir. Ég segi já. Ellen Sækling Kalmón. Ég segi já. Eyþór Laxdal Arnalds. Ég segi nei. Heiða Björg Hilmisdóttir. Ég segi já. Hjálmar Sveinsson. Ég segi já. Katrín Atladóttir. Ég segi nei. Kolbrún Baldursdóttir. Hvað er það? Kolbrún Baldursdóttir, borgarfulltrúi. Kolbrún Baldursdóttir, borgarfulltrúi. Já, ég bara hlýði mér ekki tölvan lengur, hún er að sjóða yfir. Ég sitt hjá. Borgarfulltrúin situr hjá. Líf Magnúðardóttir. Ég segi já. Marta Guðjónsdóttir. Ég segi nei. Ólafur K. Guðmundsson. Nei. Ragnar Sigurðardóttir. Ég segi já. Ragnhildur Alda Viljámsdóttir. Ég segi nei. Sabine Leskov. Ég segi já. Sanna Magdalena Mörtudóttir. Sitt hjá. Súli Helgason. Ég segi já. Valgerður Sigurðardóttir. Ég segi nei. Vigdís Hauksdóttir. Nei. Þórdís Lóa Þórsdóttir. Ég segi já. Örn Þórðarsson. Ég segi nei. Alexander Brím. Já. Björn Gíslason. Ég segi nei. Dagur Björkesson. Ég segi já. Og Páll Martök segir já, tillagan er samþykkt. Tekin er fyrir tillaga nr. 6 að fella niður reglulegan fund borgarstjórnar 5. janúar 2021 að tillögu forsætisnefndar. Já, forsætings þá taka fyrir tillögum að fella niður reglulegan fund borgarstjórnar 5. janúar 2001 í samræmi við tillögu forsætisnefndar þar og verða nú greidd atkvæði það. Við þurfum að hinkra örlítið. Heyrum ekkert hér í Tjarnarbúð.
Nei. Það vegna þess að það hefur einhver slökkt á. Segja það. Já, hérna fyrirgefðu, það er einhver smá tæknileg vandræði í Tjarnarbúð og það er verið að leysa það. Við ætlum að gera stuttlega á meðan. Já, takk. Fundi er framhaldið í borgarstjórn, tekin fyrir 7. mál dagskrár sem tilnám að fella niður reglan fund borgarstjórnar 5. janúar 2021. Upp kemur nafn númer 10 sem er Kolbrún Baldursdóttir, borgarfulltrúi. Kolbrún Baldursdóttir, borgarfulltrúi. Ég samþykki það. Borgarfulltrúi já, Líf Magnúsdóttir. Spennandi. Já, samþykki. Marta Guðjónsdóttir. Ég segi já. Ólafur Kári Guðmundsson. Já. Ragnar Sigurðardóttir. Ég segi já. Ragnhildur Alda Viljánsdóttir. Ég segi já. Sabína Leskov. Já. Sanna Magdalena Mörtusdóttir. Skúli Helgason. Borgarfulltrúi segir já. Valgerður Sigurðardóttir. Segi já. Vigdís Hauksdóttir. Já. Þórdís Lóa Þórðarsdóttir. Segi já. Örn Þórðarsson. Já. Alexander Brím. Já. Björn Gíslason. Ég segi já. Dagur B. Eggertsson. Já. Dóra Björt Guðjónsdóttir. Dóra Björt Guðjónsdóttir. Segi já. Ellen Sækling Kalmon. Ég segi já. Eyþór Astar Arnalds. Þarf að sjá þessi svona... Heiða Björg Hilmisdóttir. Ég segi já. Hjálmar Sveinsson. Ég segi já. Katrín Allardóttir. Ég segi já. Og Pál Bartók segir já, tillagan er samþykkt. Tekið fyrir 7. mál dagskrá, þar undir eru þær fundargerðir borgarráðs sem nefndar eru útsendið dagskrá og þar sérstaklega samþykkja fyrsta lið í fundargerð borgarráðs á 3. desember sem er 11. dagur borgargóð deiliskipulag. Einnig þarf að samþykkja það er breytingar sem eru búnar. Síðan er það 9. liður viðaukar við fjárhagsáætlun Reykjavíkur 2020, 10. liður viðaukar við fjárhagsáætlun Reykjavíkur 2020 vegna COVID-19, 11. liður viðaukar við fjárhagsáætlun Reykjavíkur 2020, millifærslu milli eininga og 14. liður gjaldskrá slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins. Og orðið er laust og það er Vigdís Hauksdóttir sem hefur beðið orðið.
undir þessum lið. Fyrirgefðu forseti, það er smá misskilningur. Björn Gíslason borgarfulltrúi var búinn að biðja orðið. Ég er þarna, Heyrður í mig forseti? Ég heyri, mælendaskránni er þá Björn Gíslason borgarfulltrúi og síðan Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi. Gjörðu svo vel, Björn Gíslason borgarfulltrúi. Takk. Forseti, ég hef svona ýmislegt athugað hérna við þennan Elliðaárdal. Við vorum svo búin að tala um það hérna að okkur finnst þetta mjög útþynnt þessi núverandi tillaga sem deiliskipulag Elliðaárdalsins og hérna þetta er í rauninni mjög slæmt og eiginlega með ólíkindum að það sé farið eða gengið frá þessari tillögu eða framlega þessari tillögu sem samþykkt var 2016 sjálfbæran Elliðaárdal þar sem að þáverandi formaður borgarráðs var formaður í þeim starfshópi sem samdi það og þar voru allir aðilar mjög sáttir sem að koma að dalnum eins og stangaði hérna Fákur og fleiri og hérna en núna er búið að þrengja dalnum sem er mjög dapurt og hérna til dæmis þessi reitur hérna 1273 í tillögunni sjálfbæran Elliðaárdal var reyndar átt að vera þarna einhver hús eða lengja meðfram Stekkjarbakkanum sem að hérna var nú alveg hægt að sleppa og menn voru svo sem sáttur það en það er bara slæmt þegar næst svona góð sátt þetta og svo er þessi svo tillaga ekki samþykkt og það eru bara alls ekkert allir sammála þessari útfærslu á deiliskipulagi dalsins eins og hún er í dag og það er meðal annars Hollvinasamtökin og fleiri. En síðan alltaf þetta hefur allt saman gerst og hérna þetta var í borgarráði að það var náttúrulega komin upp önnur staða í Elliðaárdalnum sem að breytir mjög útliti dalsins og hérna og var reyndar stofnaður stýrihópurum en það er þegar svo kallað Árbæjarlón var tæmt og hérna það er náttúrulega algjörlega gegn núverandi deiliskipulagi og þá því deiliskipulagi sem samþykkt var í borgarráði og hefur verið mikill styrrum og þetta er mikill tilfinningar og tölur, læti þarna í þessum hverfum, Árbæ og Breiðholti. Reyndar er það nú þannig að það er 46% Reykvíkingar sem fara í dalinn einu sinni áttur ári, þannig að þarna er Reykvíkingar fara mikið í dalinn, en þetta er mesta útivistarperla í Reykjavíkur. Nú hérna, ég hafi frumkvæðið því að panta álit frá eða umsögn frá Náttúrufræðistofnun Íslands eftir að lónið var tæmt í þetta og þá kom í ljós að þarna voru lög brotin því áður en eitthvað er hægt að hrófla við dalnum að þá verður að hafa samband við Náttúrufræðistofnun sem þarf að gefa umsögn því þetta svæði allt saman er á náttúruminjaskrá og Náttúrufræðistofnun nefndi þá meðal annars í sinni umsögn að það þyrfti að skoða allan dalinn, Elliðavatn og dalinn allt til Ósa og Árnar. Ekki að taka svona eitt atriði út eins og þarna er búið að gera. Og ekki það, þessi stýrihópur sem var settur saman og hefur fundað 3 sinnum, hann er nú svo sem alveg sammála það að það náist lausn í þessu máli en það byrjar nú ekkert mjög gæfulega því hópurinn óskaði eftir því að Orkuveitan setti aftur í lónið meðan stýrihópurinn var að vinna sína vinnu og skila af sér hérna í maí næstkomandi en því miður þá er Orkuveitan ekki tilbúin í það og þetta er náttúrulega eins og við segjum og ég segi þetta er klart lögbrot eða tvöfalt, bæði gagnvart deiliskipulaginu og því að ekki var haft samband við Náttúrufræðistofnun Íslands sem samkvæmt lögum á að gefa umsögn þetta. Og þetta er 37. grein náttúruverndarlaga sem þetta kemur fram. En þetta er nú svona það sem ég vildi nú svona ræða við ykkur en ekki það. Við erum öll í því að reyna að finna lausn og ætlum okkur að gera það. Bæði gagnvart fiskgengd í ánni og að þarna verði lón með einhverjum hætti og það náttúrulega bara verður að vera því það er mikil tilringur og fólk virkilega saknar fuglalífsins sem að þarna er og
og hefur verið en núna algjörlega horfið. Og því miður. Og þannig að þetta nú svona, en það mjög dapurt að fyrirtæki í eigu borgarinnar nánast öllu leyti skuli stuðla því að brjóta lög og ekki fara eftir þeirri beiðni sem að stýrihópurinn Elliðaárdal óskaði eftir. Ég mun boða bókun þetta mál. Þú boða bókun? Takk. Borgarfulltrúi Björn Gíslason hefur lokið máli sínu og næst hefur óskað eftir að taka til máls Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi. Virðulegi forseti, ágætu borgarfulltrúar og tilheyrendur. Ég svo sem þarf ekki að hafa uppi fleiri rök en komið hér fram í máli borgarfulltrúans Björns Gíslasonar vegna þess að hann reifaði þetta mál afskaplega vel. Fór þarna yfir þessi lögbrot varðandi það með aðalskipulagið því það fari ekki saman hljóð og mynd þar því að á aðalskipulaginu sýnt þarna lón en svo allt í einu lónið horfið og alveg hreint með ólíkindum hvað þetta voru gerræðisleg vinnubrögð hjá Orkuveitu Reykjavíkur að fara á stað með þetta án þess að fá það nokkuð staðar samþykkt að þetta fara í þetta mál. Ég hef, forseti, athugasemdir við einn hluti í þessu líka sem að mér finnst vera á mjög gráu svæði og það það að formaður stjórnar Orkuveitunar skuli sitja líka í þessu starfshópi. Sérstaklega í ljósi þess að mér tjáð að á síðasta fundi stjórnar Orkuveitu Reykjavíkur þá var tillaga felld að fylla lónið á ný. Þannig að þarna situr manneskja beggja megin borðsins og hvorki ég né aðrir geta verið dómarar í eigin sök. Þannig að mér finnst þetta mjög skrítið fyrirkomulag að borgarstjóri og meirihlutinn hafa akkurat skipað svo fyrir að formaður stjórnar Orkuveitunar skuli jafnframt sitja í þessum hópi. Þannig það ekki eitt heldur allt í þessu máli. Þannig að ég nú að vonast til eins og hefur komið hér fram á þeim borgarfulltrúa sem að talaði undan mér að það vonandi finnst einhver farsæl lausn í þetta mál. En sko þetta vilji eigandans? Þetta vilji Reykjavíkur að tæma lónið? Eða Orkuveita Reykjavíkur að fara fram úr sínum eiganda með það að taka þátt í því að fella tillögu að fylla lónið á ný? Hver vilji eigandans í þessu máli? Og ekki kannski borgarstjóri að svara því fyrir hönd eigandans. Því þetta einhvern veginn með þeim hægt að eitthvað B-hlutafyrirtæki geti bara gengið inn í þessa náttúruparadís sem búin að vera þarna í 100 ár næsta sumar og bara hleypt úr lónin. Þetta alveg hreint með ólíkindum og þegar ég verið að ræða þessi mál þá náttúrulega þegar Kárahnjúkavirkjun var byggð að þá labbaði ég á fjall sem hét Sandfell áður að fylla á lónið. Sandfell heitir Sandey í dag og lónið umlykur þetta fyrrum fell. Þannig að þegar verið að búa til lífsgæði fyrir landsmenn alla og þá Reykvíkinga eins og þessi stífla að þjónaði Reykvíkingum hér í 100 ár náttúrulega var mikið lyftistöng fyrir náttúrulega búsett í Reykjavík að fara að framleiða okkar eigin rafmagn, alveg stórkostlegt, að þá skuli það einhvern veginn bara vera að dissað og tekið í burtu og svo sem sárabætur fyrir okkur öll þá að fara að setja upp einhverja glærusýningu og einhverja listasýningu í gömlu stöðvarhúsunum þarna upp í Árbæ. En mér sagt að það sé fleira á prjónunum heldur en akkurat bara tæma lónið. Mér skilst að það eitthvað sem við erum ekki búin að sjá framan í eða á við kjörnu fulltrúar í skipulaginu að þarna standi til stórkostlegar einhverjar endurbætur og það verið að leggja ný stór rör og annað og ef það rétt sem að ég að heyra að þetta sé allt saman tengt gróðurhvelfingunni og þessu þróunarreit þótt 73 að þegar við vorum að fara að skoða málum með bíódómið þá kom það í ljósa að það þurfti að fara þarna í verulega kostnaðarsama breytingar varðandi lagnir frá Orkuveitu Reykjavíkur og mér skilst að það sé einhvern veginn í skjóli nætur að verða að flytja það lagnakerfi á annan stað sem að blandast þarna við þessa tæmingu lónsins í Elliðaárdal. Ég vil menna það að lónið sé friðað eins og stíflan og er 100 ára gamalt því að
stíflan kemur fyrst og svo lónið, þannig að lónið afleiðing af stíflunni og mér finnst það hræðilegt að þessi meirihluti sem var nú að flagga hér þessu græna plani bæði í dag og fyrir hálfu mánuði og byggir alla skuldsetningu borgarar til framtíðar á hinu svokallaða græna plani, skuli ekki hugsa betur náttúruvernd og þó að hlífa þessum grænu svæði sem við eigum innan borgarmarkarna sem eru náttúruauðlind út af fyrir sig. Því að það með þeim hætti að hafa svæði til útivistar fyrir Reykvíkinga og höfuðborgarsvæða, það ákveðin auðlind sem að mér finnst að meirihluti sé að fórna núna. Og ræðutími uppurinn og Vigdís Hauksdóttir hefur lokið máli sínu og næst hefur óskað eftir að taka til máls Dagur B. Eggertsson borgarstjóri. Já, forseti, ágæta borgarstjórn. Ég vil byrja því að fagna því að vinnu við þetta deiliskipulag sé lokið. Í því felst aukin verndun og friðun í Elliðaárdal á grundvelli töluvert umfangsmikilla rannsókna á gróðri og náttúrufari sem að hafa staðið yfir núna nokkur ára skeið. Það var farið í þessa vinnu, það var til gamalt og býsna ítarlegt deiliskipulag fyrir dalinn, en það var farið í þessa vinnu eftir að búið var að liggja yfir afmörkun dalsins og álitamálum það hvort það veri góð hugmynd að stofna þarna fólkvang og niðurstaðan í aðalskipulagi var að þetta yrði borgargarður sem að borgin myndi standa eins vel að og hægt væri að halda utan sem útivistarsvæði til langra framtíðar. Þetta var nú eina af fyrstu tillögunum sem var samþykkt eftir að ég var borgarstjóri 2014, þannig að ég man nokkuð vel eftir þessu og eitt af álitamálunum sem var ávarpað var afmörkun dalsins og þar var ákveðið að fara eftir afmörkun í aðalskipulagi og þetta er sérstaklega tekið fram í tillögunni sem samþykkt var haustið 2014 og þar svokallaða þróunarsvæði við Stekkjarbakka ekki hluti dalsins. Þetta voru allir sammála þá þó að það við síðar verið gert að deiluefni en ég held að það tengist öðrum hlutum heldur en afmörkun dalsins og þeirri sátt sem ég að vera að tala að þyrfti að ríkja dalinn. Hún var sem sagt algjör allavega í borgarstjórn þegar þessi deiliskipulagsvinna fór á stað og ég vona að geti verið sátt deiliskipulagi núna þegar það samþykkt þó að þessi ýmis álitaefni sem hafa tengst dalnum og verið þannig í jaðrinum og núna sé lónið og svona framtíðar fyrirkomulagi í dalnum til umræðu. Þannig að deiliskipulagið eitt og svo umræða sem hér hefur verið tekin upp í tengslu við þetta lónið í Elliðaárdal. Það vissulega eitt af álitamálunum hvað megi gera mikla breytingar gagnvart til dæmis deiliskipulagi hvort þess að fyrir að segja byggingarleyfi eða önnur leyfi en það eru þarna fjölmörg önnur lög sem þarf að skoða og ekki alveg einfalt að kveða upp úr hvað vegi þyngst á metunum. Þetta er viðkvæmt náttúrusvæði, þetta varðar líka vatnalög og starfsleyfi virkjunarinnar sem hægt að framleiða rafmagn og þá spurning hvort að sé leyfilegt að hafa virkjun óbreytta og að því að á þessu eru margar hliðar og sannarlega skiptar skoðanir og ríkar tilfinningar og þetta er mjög viðkvæmt svæði að þá fannst mér og borgarráði skynsamlegt að setja niður þennan breiða stýrihóp sem væri bæði með þekkingu og tengslin í nærsamfélögin í Árbæ og Breiðholti en líka inn í Orkuveitu sem hefur annast dalinn í 100 ár og forverar hennar og ég var beðinn þess lengstra orða að fulltrúar minnihlutans gætu verið 2 til þess að Björn Gíslason gæti verið þarna inni jafnvel þó að málið væri nú mjög skylt sem íbúi í hverfinu og við féllumst á það og þannig að það er engin ástæða til þess að gera það tortryggilegt að það sé breið aðkoma að þessum stýrihópi. Ég held að sé þvert á móti bara styrkur hans
en hann þarf að gefa sér tíma til að skoða öll skrefið þessu vel áður en þau eru stigin og gera góðar tillögur til okkar og við fengið tíma til þess fram á vor og ég held að hann verði að halda vel á spöðunum af því að það er bara mjög margt í þessu, mjög margir formlegir og sjálfsagt óformlegir samráðsaðilar sem rétt er að heyra í og ég heyri ekki annað en að hópurinn sem komið bara vel af stað með að gera þetta mjög skipulega þannig að einmitt náist einhver svona framtíðarsátt og fyrirkomulagið í dalnum og viðskilnað orkuveitunar vegna þess að núna er raforkuvinnsla þarna hætt, virkjunin er 100 ára á næsta ári og ég neita því ekki að það væri mjög gott að geta tekið einhverjar svona framsýnar ákvarðanir, ég segi ekki til næstu 100 ára á 100 ára afmæli virkjunarinnar í sumar. En til þess var þessi hópur settur upp að gera þessa tillögur til okkar og við fáum þær bara og getum rætt þær þegar þær koma. Ég held að það sé hvorki hópnum nýja þeirri vinnu og greiði gerðu með því að bara að lýsa einhverjum skoðunum á því fyrir að öllu rök eru komið fram í því máli. Borgarstjóri hefur lokið máli sínu og Barta Guðjónsdóttir hyggst veita ansvari við ræðu borgarstjóra. Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi. Já, takk fyrir. Ég þarf að hefja mál mitt að nýju. Forseti ágætu borgarfulltrúar. Mig langar til að spyrja borgarstjóra að því hvað honum finnist það að Orkuveitan fylli ekki lónið til bráðabirgða á meðan að það er verið að vinna að lausn þar sem að það er skýr vilji stýrihópsins. Borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir hefur lokið við að veita ansvar. Borgarstjóri svara ansvari? Já, ágæti forseti, kæra borgarstjórn, ég held að mín skoðun á því skiptir kannski ekki öllu máli. Ég held að þetta mál hafi kennt okkur það að tæma lónið, ég vil þó að það hafi borist einhverjar eindregin tilmæli frá Hafrannsóknastofnun og reyndar álit heilbrigðiseftirlitsins til stuðnings þess. En það hafi kennt okkur að það hefði átt að kalla eftir viðhorfum frá fleirum. Þannig að kannski einn af lærdómunum áður en við stígum einhver skrefið þessu máli er að heyra öll sjónarmið. Ég veit ekki hvort að það búi undir hjá Orkuveitunni í þessari ákvörðun. Mér finnst mestum vert að við erum með velskipaðan stýrihóp að störfum sem mun núna fara yfir þetta mál frá öllum hliðum og gera tillögur til okkar áður en langt líður. Og ég held að það sé kjarni málsins að gefa þessum hópi svigrúm til þess að afla allra gagna, allra sjónarmiða, þannig að við mistum okkur nú ekki aftur. Borgarstjóri Dagur B. Eggertsson hefur lokið við að svara ansvari og þá hyggst veita ansvar Björn Gíslason, borgarfulltrúi. Forseti, já, ágætu borgarfulltrúar, þakka borgarstjóra fyrir þetta. Það er alveg rétt að við stýrihópurinn mun að vinna þetta vel, en það kom alveg glöggt fram þarna eins og frá Norðfjarðarstofnun að það er allt undir og það er náttúrulega jafn stíflan við Elliðaár. Þannig að þetta er allt undir og þetta er svona, þetta er svona dálítið að skjóta fyrst og spyrja svo eins og þarna gerðist. En eins og var að það sko, Orkuveitan var með heilbrigðiseftirlit Reykjavík og starfsmenn þar og Hafrannsóknastofnun, en til að mynda umhverfisráð hafði ekki hugmynd þetta eða stjórnsýslan að neinu leyti, ekki skipulagsfulltrúi eða skipulagsyfirvöld til að mynda, og þetta er svona eins og sagt þetta er ekki gott og skipulagsfulltrúi var á fundi hjá okkur og hann sagði þetta brýtur deiliskipulagið. Það er teiknað þannig að lónið eigi að vera í sumahæð, þannig er skipulagið og þannig að þetta er alveg klárt brot, en ég ætla ekki að hafa frekar orð þetta, en eins og ég segi, stýrihópurinn mun vinna þetta vel og menn eru lausna með þær, en þessi framkvæmd eins og þarna var gerð, þetta minnir á að skjóta fyrst og spyrja svo.
svo það sé sagt. Björn Gíslason hefur lokið við að veita andsvar. Borgarstjóri Dagur Björnsson svarar það ansvari. Já, forseti ágæta borgarstjórn. Ég held að enginn hafi nú verið að skjóta í þessu máli, heldur kannski verið í góðri trú að reyna að fara að þeim tilmælum sem komu frá þeirri stofnun sem að hefur hvað mest veiði í ám, vötnum og reyndar hafi og sjó líka. Orkuveitan hefur síðan sagt að þetta hafi bæði borið á bratt að, ekki verið kynnt nóg, hvorki fyrir formlegum umsagnaraðilum né íbúunum hann í kring og það hefur verið beðist afsökunar á því og ég held að við bara að taka mið af því og passa okkur eins og ég segi að öll skref í þessu máli séu tekin að bara vel upplýstu máli og ég held að við bara að gefa hópnum tíma til að vinna, afla allara gagna og taka síðan umræðuna þegar þau gögn liggja fyrir og tillögur eða valkostir og ekki bara það sem varðar lónuðu og stífluna, heldur bara aðra spennandi hluti sem þarf að marka stefnum til framtíðar á þessu frábæra svæði sem Elliðaárdalurinn er og þar verður nýja deiliskipulagið mjög mikill styrkur og öll sú vinna sem að þar liggur á baki. Bestu þakkir fyrir það. Borgarstjóri Dagur Björnsson hefur lokið við að svara andsvari og þá hefur ósk eftir að taka til máls Ólafur Karl Guðmundsson, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég nú alinn upp hérna við Elliðaárdalinn, alveg frá blautu barnsbeini og mikið verið á þessu svæði og tók þátt í að græða þarna upp á sínum tíma þegar ég var í 7 ára bekk í Árbæjarskóla. En ég þekki þetta svæði býsna vel. Og maður hefur dáðst að því allan þann tíma síðan hvað það hefur fengið að dafna og eiginlega náttúran fengið að ráða för í þessu efni án þess að mannshöndin sé mikið að aðast í þessu. Þannig ég hef farin að spyrja mig hvað næst. Þetta virðist hafa verið ofboðslega vanhugsað, eins og fleiri eru búin að nefna hér. Þannig mér langar til að vita bara hverjum datt þetta í hug. Það er eitthvað þarna baki. Með allt annað sem við höfum séð gerast í kringum Elliðaárdalinn núna á þessu kjörtímabili og jafnvel lengur, þá er eitthvað þarna í spilunum. Og ég fór þarna upp yfir til þess að kíkja á framkvæmdir og var búinn að hjóla þarna mjög í gegn og sjá að það var verið að laga lagnir og þið þekkið náttúrulega það sem fannst þarna þegar olíutankurinn kom í ljós að það var verið að skipta lagnir þarna og allt gott með það. En nú er haldið áfram og það er búið að rífa upp allan veginn frá toppstöðinni og fram hjá gömlu Elliðaárstöðinni og alveg upp að íbúðarhúsuna þarna fyrir ofan, vegurinn farinn, það er ekkert tún þarna lengur, það er búið að setja bráðabirgðavegi þvers og kruss svæðið, meðal annars til þess að komast að íbúðarhúsuna þarna fyrir ofan og þarna er verið að setja niður heilu knippin af stóru rafköplum, gagnaköplum og 80 cm svert holræsi. Fyrir utan allt annað sem maður hefur, og þá spyrir maður sig ekki þar 80 cm holræsi til þess að taka skólpi frá þessum húsum sem eru þarna, sem nú ekki nema 10 eða 15. Er ekki málið það að það verið að grafa upp allan veginn og þá að leggja þetta á holræsi alveg upp að stíflu og þá komum við að vandamálinu að því stóra skólprörið frá Árbæ og öllu Norðlingaholti liggur þar yfir og fer þar yfir ána og fer í gegnum Bíódómssvæðið, 73. Það er eitthvað meira þarna og af hverju þá ekki að segja okkur bara sannleikann í staðan fyrir að halda áfram með þennan bútasaum sem við erum alltaf að verða vitnað og bíða eftir niðurstöðinni hjá þessum vinnuhóp. Skipulagsyfirvöldin í Reykjavík, skipulagsfulltrúi, er búinn að lýsa því yfir, þetta er lögbrot. Björn Gíslason, borgarfulltrúi, er búinn að fara í gegnum Minjastofnun. Þannig að maður veit ekki heildarmyndina, þannig að allir næsta mál sé ekki það að maður vöknum upp með það svona fljótlega upp á áramótum að það er búið að tæma Elliðavatn líka og opna stíflurnar þar. Maður veit ekki hvað kemur næst. Þannig að ég legg nú til að við bíðum með þetta, leyfum þessu ríki að setjast, það er fullt að reiðu fólk út af þessu, fáum heildarmyndina og göngum frá þessu deiliskipulagi bara þegar þessu hópur er búin og við vitum hvert við erum að fara. Takk. Þá hefur borgarfulltrúi Ólafur Karl Guðmundsson lokið máli sínu og næst hefur ósk eftir að taka til máls Líf Magnúsdóttir, borgarfulltrúi. Já, forseti, ágæti borgarstjórn. Ég tek svo sem undir allt það sem að borgarstjóri hefur sagt í þessu máli
Það ætla ekki að endurtaka það, hann fór bara afar vel yfir þetta. Ég tek reyndar ekki undir það sem hann sagði að við höfum misstíð okkur, vegna þess að í rauninni er tvennt í þessu. Annars vegar er það ákvörðun hverra og heimildir þar og svo hitt hvernig samtalið er og hvernig hún síðan er unnin. Og það þarf ekkert að vera eitthvað lögbrot fólkið því og mér líst illa á að heyra þessar samsæriskenningar sem að hér eru aldrei á lofti varðandi þetta mál. Það er stýrihópur á störfum, það verður spennandi að sjá hvað kemur út úr því, en kjarninn er sá einfaldlega að það er verið að endurheimta heilt vistkerfi, það er verið að endurvekja líffræðilegan fjölbreytileika sem er stefna Reykjavíkurborgar og það er verið að endurheimta virkjanasvæði og það er aftur í náttúrulegt horf og gera eins vel og við getum í þeim efnum. Og þegar maður fer á flug og hugsa tækifæri sem að felast í þessu svæði sem að í rauninni auka notagildið og verndargildi náttúru, þá bara eru valmöguleikarnir ótrúlegir. Okkur nefnilega hættir alltaf að hugsa málin út frá status quo. Það kallast náttúrulega íhaldssemi og það er erfitt að eiga við íhaldssemi af því að það er ákveðið öryggi fólkið í því að hafa hlutina eins og þeir hafa alltaf verið. En þarna held ég að við getum fært hlutina til betri vegar. Það kom í rauninni hugmynd til mín, mjög falleg hugmynd sem að mér var fengin, sem að ég hef hugsað mér að koma áfram til stýrihópsins og ég held að ég geti fæðst ótal hugmyndir, sérstaklega við leitum bara til hverfisins og nærsamfélagsins og til íbúa Reykjavíkurborgar. Þá held ég að þetta staði getur verið mjög fallegt, en hugmyndin er sem sagt svo að stórurriðin og urriðin og grýtur öll með bleikafiski sem að syndir hann í ánum. Það er sem sagt þannig að undir fallega gamla rafstöðvarhúsinu þá safnaðist laxinn þar saman á sumrin. Og það var hægt jafnvel, allavega einhvern tímann, þá var hægt að fara þarna og fylgjast með honum og jafnvel snerta. Og það er óskup fallegt að vera í góðan tengslum við náttúrunni. Ég fór svo sem yfir það líka í ræðuminni að við endurheimtum okkur í náttúrunni. En þarna væri hægt til dæmis að koma fyrir ódýrum búnaði til þess að sýna laxinn upp á tjaldi á sumrin, 10-12 vikur, segja laxasöguna, fræða fólk, gera eitthvað listrænt, eitthvað sem tengjar okkur líka kannski við náttúruna. Og ég hef hugsað mér að koma að þessu og láta verðmeta jafnvel þessari hugmynd. Þannig að þarna einhvern veginn sameinum við útivist, fræðslu, náttúruverndargildið og fallegt verndarsvæði. Og ég mun koma þessari hugmynd áfram. Það er líka okkar borgarfulltrúana að hugsa í lausnum, en vera ekki sífellt að nöldra og mér finnst ákveðið málefna og rökþrot þegar að vera alltaf að vísa í einhverja lagabókstað og festa sig í smásmygli. Það finnst mér rökþrot. Þannig að ég held að málstæðurinn sé með náttúrunni í þessu máli og bara verði ykkur góð í framtíðinni þegar þetta svæði verður endurheimt fyrir lífríkið og fólk sem að náttúrunni. Líf Magnúsdóttir borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu og þá hefur óskað eftir að taka til máls öðru sinni Björn Gíslason borgarfulltrúi. Já, forseti, ég ætlaði bara rétt á stutt og svara borgarstjóðans. Ég kannast ekki við þessa afsökunarbeiðni frá forstjóranum, allan hefur hann ekki byrst opinberlega og fólk þarna vissulega, og það er rétt eins og borgarstjóri sagði, ég er þarna í Árbænum og verður virkilega var við reiðina og titringin út af þessu öllu saman og það er svona fleiri formaður stýrihópsins, hann býr þarna líka og hefur sannarlega líka fundið fyrir þessu. En þetta er bara slæmt að hann skuli ekki biðjast afsökunar frá opinberlega, hann að íbúar svona áttu sig á þessu. En það sem er kannski, af því að hann hafði nú ekki fyrir því að kynna þetta íbúum eða hollinasamtökum eða neinu sem er þarna í kringum þetta. En það sem Líf Magnúsdóttir borgarfulltrúi sagði, það er náttúrulega ágætt, en sko málið það er ekki verið að vernda líffræðilegan fjölbreytileika með því að tæma þetta lón. Það er bara svolítið. Og það sem lónið er,
þetta aðal áningarstaður fólks í Elliðaárdalnum, svo það sé nú sagt. Og það þekki allir sem eru þarna upp frá að hafa alist upp þarna og þeir Reykvíkingar sem koma þarna í dalinn. Þarna langmest safnast fólk langmest saman einmitt út af þessum líffræðilega fjölbreytileika, fuglalífinu og fleira. Takk. Borgarfulltrúi Björn Gíslason hefur lokið máli sínu og þá var ekki fleiri kvart til hljóðs undir þessum lið. Svo forseti hafi orðið þess áskynja og hægt að ganga til þess að afgreiða tillöguna. Og aðrar tillögur sem undir eru undir lið 7. Upp kemur númer 5 sem Ellen Jacqueline Kalmon. Já. Nú, já, greitt augnablik, borgarfulltrúi, greitt atkvæði fyrsta lið í fundargerð borgarráðs frá 3. desember, Elliðaárdalur borgargarður deiliskipulag. Ellen Jacqueline Kalmon. Ég segi já. Eyþór Laxdal Arnalds. Nei. Heiða Björg Hilmisdóttir. Heiða Björg Hilmisdóttir, borgarfulltrúi. Eitthvað tæknilegt hjá henni? Heiða Björg Hilmisdóttir, borgarfulltrúi, ert þú? Haltu bara fram. Já, þá það Hjálmar Sveinsson. Ég segi já. Katrín Atladóttir. Ég segi nei. Kolbrún Baldursdóttir. Ég segi já og ég get ekki kveikt á vídeónu. Já, það borgarfulltrúi situr hjá. Líf Magnúðardóttir. Já. Marta Guðmundsdóttir. Ég segi nei. Ólafur K. Guðmundsson. Klárlega nei. Ragnar Sigurðardóttir. Ég segi já. Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir. Ég segi nei. Sabine Leskov. Ég segi já. Sanna Magdalena Mörtusdóttir. Ég sit hjá. Borgarfulltrúi situr hjá. Skúli Helgason. Ég segi já. Valgerður Sigurðardóttir. Ég segi nei. Vigdís Hauksdóttir. Ég segi nei. Þórdís Lóa Þorvaldsdóttir. Já. Örn Þórðarson. Segi nei. Alexandra Brím. Já. Björn Gíslason. Ég segi nei. Dagur B. Eggertsson. Ég segi já. Dóra Björk Guðjónsdóttir. Tvöföld neitun. Altså já. Sorry, þetta klukkan. Það seint fyrir tvöfaldar neitur fyrir forseta. En borgarfulltrúi segir já. Og Pavel Bartósek segir já, tillagan samþykkt. Tekið þið fyrir... Ég segi líka já. Já, fyrirgefðu borgarfulltrúi Heiða Björk Hilmisdóttir. Þá, því að líklegast þurfti á þessu atkvæði að halda til þess að forseti geti tilkynnt á niðurstöðu að tillagan hafi verið samþykkt. Og þá tekið fyrir 9. liður í fundargerð borgarráðs frá 3. desember sem eru viðaukar við fjárhagsáætlun 2020 og sem eru, viðaukar við fjárhagsáætlun Reykjavíkur 2020 frá 10. desember fyrirgefið og hyggst forseti nú taka þann lið til afgreiðslu og við förum bara eftir sömu röð. Ellen Jacqueline Kalmon. Ég segi já. Eyþór Laxdal Arnalds. Ég segi nei. Heiða Björk Hilmisdóttir. Ég segi já. Hjálmar Sveinsson. Ég segi já. Katrín Atladóttir. Hvað liður var þetta fyrirgefðu? Liður 9 í viðaukum við fjárhagsáætlun Reykjavíkur 2020. Eyþór, allir ekki sitja hjá. Borgarfulltrúi situr hjá. Við ætlum að greiða atkvæði gegn. Ok, ég segi nei. Katrín Atladóttir borgarfulltrúi, hvernig greiðir atkvæði? Er það nei? Ég segi nei. Borgarfulltrúi segir nei. Kolbrún Baldursdóttir. Ég segi já. Líf Magnúðardóttir.
Já. Marta Guðmundsdóttir. Ég segi nei. Ólafur K. Guðmundsson. Nei. Ragnar Sigurðardóttir. Ég segi já. Ragnhildur Alda Viljánsdóttir. Nei. Það er nei. Sabína Leskov. Já. Sanna Magdalena Möstursdóttir. Segir borgarinn já, fullurinn já? Já. Borgarfullurinn segir já. Skúli Helgason. Ég segi já. Valgerður Sigurðardóttir. Ég segi nei. Vigdís Hauksdóttir. Nei. Þórdís Lára Þórhallsdóttir. Segi já. Örn Þórðarson. Segi nei. Alexander Brím. Segi já. Björn Gíslason. Ég segi nei. Dagur B. Eggertsson. Ég segi já. Dóra Björn Guðmundsdóttir. Já. Pál Bortak segir já. Viðaukarnir fjárhagsárið 2020 eru samþykktir. Þá er tekin fyrir 10. liður í fundagerð borgarráðs frá 10. desember viðaukar við fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar 2020 vegna COVID-19. Og við förum sömu röð, Ellen Jacqueline Kalmon. Ég segi já. Eyþór Laxdal Arnalds. Ég sé tjá þar að segja að þetta er viðaukan í heilt. Það er sagt COVID-19. Jú, setur borgarfullin hjá? Já, bara svo við sem alveg á hreina spörum að gera. Þetta er nýjum viðaukar fjárhagsáætlun. Já. Og þú ert viðauka vegna COVID, var það ekki segður? Við erum að bera upp viðauka vegna COVID, já. Og hann er í 4 liðum en hann er búin upp í heild og ég sitt hjá. Hann er búin upp í heild og borgarfullin situr hjá. Þá er það... Ég samþykki. Heiðarbjörg Hilmisdóttir, Hjálmar Sveinsson. Ég samþykki. Katrín Atladóttir. Ég sitt hjá. Kolbrún Baldursdóttir. Ég samþykki. Ég er að klúra þegar, ég er að klúra, það er svo margt í gangi hérna á sama tíma. Ég óska eftir að fá að taka upp atkvæðið. Þetta er 10. liður, eða ekki, eins og það var? Þetta er 10. liður viðauka við fjárhagsáætlun Reykjavíkur 2020. 10. Er áskrift eftir atkvæðið að sé endurtekin? Já. Er áskrift eftir að greiða sér atkvæðið alla tillöguna í heild sinni? Já. Ég myndi að vilja fá að greiða aftur atkvæðið sjálfur 10. lið viðaukar við fjárhagsáætlun 2020 vegna COVID-19. Forseti hyggst á hefja upp atkvæðagreiðslu að nýju. Ellen Jacqueline Kalmon. Já. Eyþór Laxdal Arnalds. Samþykkt. Já. Það er já. Heiðarbjörg Hilmisdóttir. Heiðarbjörg Hilmisdóttir. Ég segi aftur já, sannarlega. Það er aftur já. Hjálmar Sveinsson. Ég segi já. Katrín Atladóttir. Ég segi já. Kolbrún Baldursdóttir. Segi já. Líf Magnúsdóttir. Já. Marta Guðmundsdóttir. Marta. Ég segi já. Ólafur K. Guðmundsson. Ragnar Sigurðardóttir. Ég segi já. Ragnhildur Alda Viljánsdóttir. Ég segi já. Sabína Leskov. Ég segi já. Sanna Magdalena Möstursdóttir. Ég segi já. Skúli Helgason. Ég segi já. Valgerður Sigurðardóttir. Segi já. Vigdís Hauksdóttir. Já. Þórdís Lára Þórhallsdóttir. Já. Örn Þórðarson. Já. Alexander Brím. Björn Gíslason. Já, ég segi já. Dagur B. Eggertsson. Ég segi já. Dóra Björn Guðmundsdóttir. Já. Pál Bortak segir já til hann er samþykkt einróma. Og þá er það 11. liður í viðauk sem í fundagerð borgarráðs frá 10. desember. Það er eins og viðaukur við fjárhagssáætlun Reykjavíkur 2020 bandstrykk millifærsla milli eininga og hyggst forseti nú bera hann upp. Ellen Jacqueline Kalmon. Segi já. Það er já. Eyþór Laxdal Arnalds. Það er svona að sé á hreinu hvað við erum að byrja fyrir aftur. Það er 11. liður í fundagerð borgarráðs frá 10. desember viðaukar við fjárhagsáætlun Reykjavíkur 2020 millifærslu milli eininga. Það er bara, ég sitt hjá við það. Það er borgarfullurinn situr hjá. Heiðarbjörg Hilmisdóttir.
Ég segi já. Hjálmar Sveinsson. Ég segi já. Katrín Atladóttir. Ég set já. Kolbrún Baldursdóttir. Ég set já. Líf Magnúðardóttir. Já. Marta Guðjónsdóttir. Já. Ólafur K. Guðmundsson. Set já. Ragnar Sigurðardóttir. Já. Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir. Ég set já. Sabína Leskop. Segi já. Sanna Magdalena Mörtudóttir. Set já. Skúli Helgason. Ég segi já. Valgerður Sigurðardóttir. Ég set já. Vigdís Hauksdóttir. Setta. Það er hjásetta. Þórdís Lóa Þórðarsdóttir. Já. Það er já. Örn Þórðarsson. Segi já. Alexandra Brím. Já. Björn Gíslason. Ég segi já. Fyrirgeðu, Björn Gíslason. Já. Dagbjörn Ekkertsson. Ég segi já. Dóra Björk Guðjónsdóttir. Já. Og Pál Bartók segir já. Og tillagan er þá samþykkt og þá er komið að enn einum hápunktinum þessa fundar og af mörgum að taka sem er 14. liður og það er gjaldskrá slökkviliðs höfuðborgarsvæðis BS. Ég var búinn að skrifa þarna og óska eftir að við tekjum aftur 9. lið viðauka við fjárhagsáætlun. Þetta fór allt í rugl eiginlega hana. Er óskað eftir að endurtaka atkvæðagreiðslu 9. lið viðauka við fjárhagsáætlun 2020? Líka nýtt. Fram hefur komið óskum að endurtaka atkvæðagreiðslu vegna 9. liðar í fundargerð borgarráðs frá 10. desember viðauka við fjárhagsáætlun 2020. Það er þá Ellen Sakling Kalmon. Ég segi já. Eyþór Astar Arnalds. Ég set já. Heiða Björk Hilmisdóttir. Ég segi já. Hjálmar Sveinsson. Ég segi já. Katrín Atladóttir. Ég set já. Kolbrún Baldursdóttir. Segi já. Líf Magnúðardóttir. Já. Marta Guðjónsdóttir. Ég set já. Ólafur K. Guðmundsson. Ólafur K. Guðmundsson. Set já. Ragnar Sigurðardóttir. Ég segi já. Það er já. Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir. Ég segi já. Sabína Leskop. Segi já. Sanna Magdalena Mörtudóttir. Já. Skúli Helgason. Já. Valgerður Sigurðardóttir. Ég set já. Vigdís Hauksdóttir. Set já. Þórdís Lóa Þórðarsdóttir. Ég segi já. Örn Þórðarsson. Set já. Alexandra Brím. Ég segi já. Björn Gíslason. Ég set já. Dagbjörn Ekkertsson. Ég segi já. Dóra Björk Guðjónsdóttir. Já. Og Pál Bartók segir já, tillagan er þá samþykkt. Og þá er komið að 14. lið í fundargerð borgarráðs frá 10. desember sem er gjaldskrá slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins BS. Ellen Sakling Kalmon. Ég segi já. Eyþór Astar Arnalds. Ég segi já. Var þetta já eða sitt hjá? Þetta var já, ótrúlega satt, þá var ég að samþykkja það gjafskapur. Ég gaf ekki inn fyrir atkvæði mín en ég segi bara já. Já, borgarfulltrúi Eyþór Astar Arnalds segir já. Heiða Björk Hilmisdóttir. Ég segi já. Hjálmar Sveinsson. Ég segi já. Katrín Atladóttir. Segi já. Kolbrún Baldursdóttir. Já. Líf Magnúðardóttir. Já. Marta Guðjónsdóttir. Marta Guðjónsdóttir. Ég segi já. Já. Ólafur K. Guðmundsson. Ólafur K. Guðmundsson. Ég segi já. Það er já. Ragnar Sigurðardóttir. Ég segi já. Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir. Ég segi já. Sabína Leskop. Ég segi já. Sanna Magdalena Mörtudóttir. Skúli Helgason. Já. Valgerður Sigurðardóttir. Ég segi já. Vigdís Hauksdóttir. Ég set já. Borgarfulltrúi situr hjá. Þórdís Lóa Þórðarsdóttir. Segir já. Örn Þórðarsson. Örn Þórðarsson. Já. Alexandra Brím. Já. Björn Gíslason. Segi já. Dagbjörn Ekkertsson. Ég segi já. Dóra Björk Guðjónsdóttir. Ég segi já. Tillagan er samþykkt. Til máls tekur Örn Þórðarsson fundarstjórn forseta.
ágæta borgarstjórn. Nú klukkan að verða 12. Ég verð bara að segja að þessari atkvæðagreiðslu að mér finnst hún ekki vera sambúðin okkur í borgarstjórn að gera þetta með þessum hætti. Það er alveg ljóst og það þarf ekki að spóla einhverja mínútur aftur í tímann til þess að átta sig á því að flestir eru búin að tapa þræðina, þannig að ég myndi gera það til uppástungu að forseti og forsætisnefnd færi yfir máli hvort það væri ekki að gera þetta með einhverjum öðrum hætti. Þetta er ekki okkur sambúð, við verðum að sýsla með stórar upphæðir og vera að gera með þessum hætti er bara ekki boðið. Það eru núna hvorki færri en 18 manns að fylgjast með okkur og við getum ekki boðið þeim upp á það að gera þetta með þessum hætti. Þannig að ég óska eftir því að þetta mál verið tekið til skoðunar og fundir ykkur önnur leið, heldur við erum að fara núna varðandi atkvæðagreiðslu á jafn mikilvæga máli eins og frágang á fjárhagsáætlun fyrir 2020 og síðan fjárhagsáætlun fyrir 2021. Þetta er bara ekki boðlegt. Takk fyrir. Borgarfulltrúi Örn Þórðarson hefur lokið að taka til máls fundastjórn forseta og forseti beitir alltaf bara þeim aðferðum sem hann hefur innan marka fundaskapa til að láta vilja borgarstjórnar koma fram og reyndar skoðu forseta að atkvæðagreiðslan hafi gengið ágætlega fyrir hingað til en á því kunna þetta að vera mismunandi skoðanir. Þá er umræðu 7. lið lokið og næst tökum við fyrir 8. lið. Þar undir eru þær fundargerðir sem þar eru. Vilja einhver borgarfulltrúi taka til máls undir þeim lið? Já, takk. Það er Kolbrún Baldursdóttir, borgarfulltrúi. Já. Mig langar að segja nokkur lið 8 í fundargerð umhverfis- og heilbrigðisráðs frá 9. desember. Þar er verið að leggja fram lista yfir samþykkt hundaleyfi frá Heilbrigðiseftirliti Reykjavíkur og mér er svo stórskrítið að sjá þetta í fundargerðinni líka í ljósi tillögu stýrihópsins endurskoðun gæludýrareglna þar sem á að fella niður hundaleyfisskyldu. Þetta er einhver mánaðarlisti sem ég las að væri handpikkaður inn í vörðskjal mánaðarlega til þess að nýjar hundarleyfisumsóknir þar sem eru ítarlegar upplýsingar eigendur og lögheimili þeirra og til þess að leggja þetta fyrir fund umhverfisráðs og þar sem á að leggja niður hundarleyfisskyldu þá er náttúrulega algjörlega bara ótrúlegt að það eigi að halda áfram að krefja hundaeigendur hundaeftirlitsgjald. Og ég bara minna á það að það eru 2000 hundar skráðir af mögulega 9000 hunda í borginni. Þannig að þetta er orðið svo ótrúlega skrítið mál og það er auðvitað verið að skoða hvort að þetta sé mögulega bara lögmætt. Mér finnst ég vil auðvitað þakka fyrir þessa vinnuskýrslur sem loksins komu eftir ítrekað að beðið þær með og fleira í mann þvílíkum óhróðri frá heilbrigðiseftirlitinu. Svo koma þessar skýrslur og kemur í ljós að það er eiginlega varla nokkur verkefni þarna lengur. Ef að þessum verkefnum er deilt niður að þá er þetta mestalagi einhver ein ferð sem að þessi eftirlitsmenn á fullum launum þurfa að fara. Svona ein eftirlitsferð á viku fyrir hvern hundaeftirlitsmann. Og það er algjörlega ósvarað líka okkur borgin þarf að vita svona nákvæmlega hunda og hundaeigendur og hvar þeir eiga heima og svo framvegis. Það er ekki verið að spyrja fjölda katta eða kanína eða ekki verið að krefja hestaeigendur gjöld. Þannig að ég vil bara fara yfir þessi mál bæði núna og auðvitað seinna. Það er komið tími til þess að fara hrista upp í þessum fornalda viðhorfum borgarinnar gagnvart hundahaldi og hundaeigendum. Og hundaeigendur sem eru svo samviskusamir að skrá hunda sína hjá borginni, þeir eru að halda uppi allir í gæludýraþjónustu borgarinnar. Það er náttúrulega bara orðið spurning að gefa það út að biðja hundaeigendur að bara forðast það eins og heitan eldinn að skrá hundana sína. Það er náttúrulega engin lög sem að skikka þá til þess.
Nei, ég get svo sem haldið áfram lengi en ég er búin að senda bókun og þetta mál er ekki búið. Borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir lokið máli sínu og borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir óskar eftir að veita andsvar. Já, getur forseti borgarstjórn, eins og þið vitið þá höfum við verið að skoða þessi mál í saumana og það stendur til að breyta ýmsu varðandi undanhaldi í Reykjavíkurborg, en á meðan innleiðing tillagnanna er ekki lokið og meðan verkefnið er ennþá vistað hjá Heilbrigðiseftirlitinu, þá verður þetta verklagi sem verður viðhaft þangað til. Þannig að það er ekkert óeðlilegt að það sé viðhaft sama verklag og meðan hitt stendur ennþá í tómarúmi og er ekki innleitt. Þannig að borgarfulltrúi má búast við breyttu verklagi á nýju ári og því fögnum við. Ég þarf ekki að segja meir, nennið ekki. Borgarfulltrúi fellur frá andsvari. Og þá hafa ekki fleiri hvatt sér hljóðs undir þessum lið og er mælskrá tæmd öll mál en enn á eftir að lesa upp nokkra bókanir og hyggst nú forseti gefa orðið laust í því skyni fyrir þá borgarfulltrúa sem er tilbúin með sína bókanir. Já, Gjörðu svo vel, Eyþór Axel Haraldsson borgarfulltrúi. Fyrst að lesa þá bókun vegna 1, það er að segja vegna fjárhagsvottunar. Skuldir Reykjavíkurborgar jukust fyrir í góðærinu. Nú þegar tekjur fara að minnka er engin tilraun gerð til þess að minnka útgjöld þrátt fyrir fyrirheit annað í sáttmála meirihlutans. Fyrirséð er að skuldir borgarinnar munu fara vaxandi og endanum verða fyrir ofan viðmiðunarmörk, enda beinlínis ráðgert í 5 ára áætluninni að skuldir samstæðanna fara yfir núgildandi skuldaviðmið sem eru 150%. Það er ekki góða fréttir. Við myndum vilja sjá hagræðingu í miðlægri stjórnsýslu og munum leggja til 5% hagræðingarkröfu. Miðlæg stjórnsýsla borgarinnar kostar hátt í 6 milljarða á ári þrátt fyrir tilraunir meirihlutans með stjórnskýrsbreytingarnar sem áttu að ná á hagræðingu. Staðreyndin er svo að miðlægri stjórnsýslu var eingöngu dreift víðar á stjórnkerfi í stað þess að draga úr henni. Við viljum auka viðhald á eignum borgarinnar, bæta samgöngur í borginni með skynsamlegum og sjálfbærum hætti og tryggja leikskólapláss sem löngu hefur verið lofað. Þá viljum við losa fjármuni borgarinnar með því að selja Gagnaveita Reykjavíkur, en það skýtur skökku við að fjármálaborgin skuli liggja með 10 milljarða fasta í fjarskiptakerfinu hjá Gagnaveitunni sem er á samkeppnismarkaði. Við leggjum til að hún verið seld til fyrsta. Skynsamlegast væri að auðvelda fólki í félagslega kerfinu að eignast húsnæði sem það býr í, fremur en að þenja út félagslega kerfi sem minnka möguleika fólks á að komast út úr kerfinu. Hver kerfið á ekki að þenjast út með þessu ósjálfbærum vexti, heldur þvert á móti á kerfið að vera fyrir fólki sjálft. Síðan var það varðandi þriðja mál sem að græna planið. Græna planið sem á að vera víðtæk áætlun sjálfbæra fjárfestingar samkvæmt við atvinnusköpunar Reykjavík er ósjálfbært. Málsátturinn allt er vænt sem vel er grænt á því miður ekki við græna skuldaplanið. Þótt svo að sumt í planinu sé vissulega skynsamlegt er annað óarðbært og óþarft. Sem dæmi má nefna þá 5 milljarðar sem eiga að fara í endurbætur á gróðurhúsinu við Tryggvagötu. Þeim fjármunum er ráðstafað þrátt fyrir að enn liggi ekki fyrir endanleg stað sem á að vera í húsnæðinu. Slík ráðstöfun er óábyrg svo ekki sem verið sagt. Það liggur fyrir að nær eingöngu á að byggja upp á rándýrum þéttingarreitum. Við viljum bæta samgöngur og almenningssamgöngur, við viljum ganga lengri orkuskiptum, nýta rafmagn og hreinna orkugjafa í meira máli en nú er gert og planið gerir ráð fyrir. Tryggja þenni bætt loftgæði og minni losun gróðurhúsalofttegunda. Við myndum vilja ganga lengri að bæta hjólreiðastíga og vernda útivistarsvæði eins og Elliðaárdalinn, Laugardalinn og strandlengjuna. Það myndum við vilja losa borgin úr samkeppnisrekstri, svo sem fjarskiptum og rekstri malbikunarstöðar sem er allt annað en græn. Borgin hefur ekkert með það að gera að vera að vasast slíkum rekstri á 21. öldinni. Hvað þá að fjárfesta enn frekar fyrir milljarða fyrir flutning og nýrri staðsetningu malbikunarstöðunar á Höfða eins og gert ráð fyrir planinu. Svo er það 5. liður Sorpa. Þrátt fyrir stórfellda hækkun gjaldskrár Sorpu þarf nú enn frekari ábyrgð skattgreiðenda í Reykjavík fyrir lánum sem sýnir að reksturinn er ekki sjálfbær. Það liggur fyrir að væntanleg fjárfesting í endurvinnslustöðu Sorpu upp á milljarða króna er ófjármögnuð. Bent er á að sorpbyrjugjald hækka verulega árið 2021 á heimili og fyrirtæki. Ástæður þess er mikil framúrkeyrslur á Sorpu og miklar launahækkanir á borginni. Dæmi um 30% hækkanir á algengum liðum sem er algjör stílbrot þegar almennt er miðað við að gjaldskrár hækki ekki meira 2,4% samanber lífskjarasamninginn. Og síðan er bókunarval Elliðaárdalinn, kannski Björn lesi bara það og það er litið þá held ég sé búin að lesa bókanir sem að einhver muni eftir sér að gera. Björn Gíslason, borgarfulltrúi, gjörðu svo vel.
Já, takk. Þá kemur bókun hérna við Elliðaárdalinn eða Suðurnesjalið, þessa lið. Og hún hljóðar svo, mikilvægt er að Elliðaárdalurinn njóti verndar í heild. En lengi hefur staðið til að auka hana. Sú deiliskipulagstillaga sem hér er útvötnuð útgáfa af því svæði sem sátt hefur verið Best væri að Elliðaárdalurinn nyti friðlýsingar af lögum, en verndarsvæðið þarf að vera mun stærra eins og sáttar í starfshópi sjálfbæran Elliðaárdal. Með þessu deiliskipulagi er að ganga gegn þeirri sátt sem náðist í starfshópnum en sem skilaði ítarlegri skýrslu í ágúst 2016. Ljóst er að íbúar vilja að Elliðaárdalurinn njóti aukinnar verndar og svæðið sé stærra en nýlega skrifuðu meira en 9.000 undir áskoranir íbúakosningu vegna áforma atvinnusvæði í jaðri dalsins. En það svæði er undanskilið vernd í þessu plaggi. Takk. Og þá er Alexandra Brím borgarfulltrúi. Takk, ég skal lesa okkar, byrja bara á fyrsta lið. Meirihluti Samfylkingar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna samþykkir nú sína 3. fjárhagsáætlun, 5 ára áætlun til 2025, fjármálastefnu til 2030 og áætlun efnahagslega endurreisn, grænaplanið, sem byggir á hugmyndafræði sjálfbærni. Heimsfaraldur COVID-19 hefur sett mark sitt á samfélagið á árinu sem er að líða. Samdráttur í hagkerfinu og atvinnuleysi hefur sjaldan verið meira. Rétt viðbrögð þessar aðstæður geta ráðið úrslitum lengd og dýpt kreppunnar. Fjárfestingaáætlun notar borgin styrk sinn til að mæta höggin og fjárfesta fyrir 28 milljarða á næsta ári og tryggja leið fjölda starfa. Á næstu 3 árum mun borgin og fyrirtæki henni nota styrk sinn til að tryggja öfluga viðspyrnu næstu 3 ár með alls 175 milljarða fjárfestingu, lágt skuldahlutfall og mikil geta til fjárfestinga gera borginni kleift að ráðast í framkvæmdir sem tryggja fjölda starfa. Svo kemur liður 3 græna planið sóknaráætlun Reykjavíkurborgar 2030. Vegna heimsfaraldurs COVID-19 er nú metsamdráttur í hagkerfinu og atvinnuleysi hefur sjaldan verið meira. Rétt viðbrögð við þessar aðstæður geta ráðið úrslitum lengd dýpt kreppunnar. Græna planið er sóknaráætlun til skamms tíma en leið ábyrg græn sýn sjálfbærni á öllum sviðum til lengri tíma. Græna planið er efnahagsleg, umhverfisleg og samfélagsleg sóknaráætlun út úr kórónuveirukreppunni. En þannig er hægt að standa bæði vörð störfin, skapa ný störf og búið til samfélag þar sem allir geta verið virkir þátttakendur. Við kemum hérna í lið nr. 4, tillaga fjármála og fjárfestingarstefnu Reykjavíkurborgar. Reykjavík ætlar að vinna sig út úr COVID-kreppunni með kraftmiklum grænum vexti. Viðspyrnan verður fjármögnuð með lántökum en síðan réttist reksturinn við. Gera má ráð fyrir að rekstrarniðurstaða borgarsjóðs verði neikvæð á fyrstu 2 árunum, en rekstur verði síðan jákvæður. Tekjufalli verður ekki mætt með stórfelldum niðurskurði. Áfram verður 1% hagræðingarkrafa á flesta málaflokka. Hagræðingarkrafa á velferðar- og skólamál verður tímabundið lækkuð í 0,5%. Hagræðingarkrafan verður endurskoðuð árlega. Á árunum 2021 til 2025 skulu skuldaviðmið samstæðu ekki fara yfir 200% af árlegum tekjum. Í 5 ára áætlun Reykjavíkurborgar fara skuldir A-hluta fari ekki yfir 110% og verði komnar niður fyrir 100% í lok tímabilsins. Fjárfestingar á árunum 2021 til 2025 grundvallast á græna planinu. Forgangsraða verður í þá grænna og samfélagslegra innviða með áherslu á verkefni sem flýta þróun borgarinnar í átt að kolefnishlutlausu samfélagi. Fjárfestingu skal forgangsraða þannig að það sem auka tekjur og stuðla að rekstrarhagræðingu í framtíðinni fái aukið vægi. Fjárfesting í stafrænni umbreytingu skal skila rekstrarhagræðingu þegar fram í sækir og áhersla verður lögð á aukna hagkvæmni í innkaupum. Það er samfélagslega mikilvægt að borgin láti ekki það óvissu sem ríkir í COVID draga úr viðnámi borgarinnar við vandanum sem aðsteðjar. Staðan verður metin reglulega með ársfjórðungslegum áhættuskýrslum fjármála og áhættusviðs til borgarráðs. Svo kemur hérna lið nr. 5, ábyrgð á lántöku Sorpu BS vegna rekstraráætlunar framlagsins 2025. Er að ræða hefðbundna ábyrgð á framlengingu á eldri lánalínu sem öll sveitarfélög sem aðild eiga að Sorpu hafa samþykkt. Lánið tengist ekki fjárfestingunni í GAIAC, afsakaðargerðarstöðin. Svo kemur hérna undir 7. lið, fundargerð borgarráðs við desember, 1. liður, Elliðaárdalur. Tillagan myndar ramma utan heildarskipulag dalsins. Stígakerfi er bætt og gert ráð fyrir nýjum brúartengingum fyrir gangandi og hjólandi. Hverfisvernd er aukin og rammi settur utan starfsemi í dalnum. Eftir umsóknarferli eru gerðar ýmsar minniháttar breytingar til að koma til móts við athugasemdir og endurspegla í skipulagi þá starfsemi sem þegar er í dalnum. Það er að segja skíðabrekka, frisbee-golfvöllur eða þar er fyrirhuguð, það er að segja OR-sýning.
Breytingar vegna mögulegra útfærsla gatnamóta, Arnarnesvegar og Breiðholtsbrautar eru ekki hluti af þessari tillögu en kunna að vera nauðsynlegar í framhaldinu. Þá held ég að ekki sé fleira í þættinum í kvöld. Góðar stundir. Bestu þakkir fyrir það. Alexandra Brím, borgarfulltrúi, Kolbrún Baldursdóttir, borgarfulltrúi. Ég reiknaði þú sem bókanar. Já, ég ætla að fá að byrja á lið nr. 2. Ekkert í 5 ára áætlun sýnir að taka í á biðlistavanda barna sem fá þjónustu af borgaranum, til dæmis talmeinafræðingum eða stærðfræðingum. Biðlistar eru í sögulegu hámarki og hafa lengst í tengslum við COVID. Samfylkingin sem segist jafnaðarflokkur hefur stjórnað borginni í mörg ár. Formaður Samfylkingarinnar sýndi það í auglýsingu þegar hann fer inn úr kuldanum og fær sér heitan drykk að hann hefur áttað sig á því að slíku munaði stendur ekki öllum til boða. Engu að síður á vakt Samfylkingarinnar eru 5.000 börn sem búa við fátækt í Reykjavík og sumir við sárafátækt. Foreldrar þeirra eiga ekki fyrir mat. Borgarstjóri er í Samfylkingunni en hann studdi ekki tillögu Flokks fólksins fríar skólamáltíðir í leik- og grunnskólum Reykjavíkur og var einnig gegn tekjutengingu gjalda vegna skólamáltíða og frístundaheimila. Endurskoða á viðmiðunarfjárhæð í reglum fjárhagsaðstoðar og er það gott. Hækkun á grunnfjárhæð fjárhagsaðstoðar Reykjavíkurborgar er hins vegar skammarlega lág. Allir vita að enginn lifir sómasamlegu lífi á þessum fjárhæðum. Til dæmis hækka grunnfjárhæðir fjárhagsaðstoðar framfærslu vegna barna á 16. grein A úr 16.671 króna á mánuði í 17.071 á mánuði. Þessi hækkun er ekki 1.000 krónum. Hér má gera betur ef vilji væri til. Og næst fer ég í lið 4, það er hérna fjárfestingarstefnan. Óvenjulegar aðstæður ríkja nú. Áhersla borgarstjórnar ætti að vera á að fólkið komi fyrst. Ef fólk heldur ekki heilsu, líkamlegri og andlegri getur það ekki stundað vinnu eða notið lífsins að neinu leyti. Í þeirri fjárhagsáætlun sem nú er lögð fram er talað endurreisn, græna planið. Atvinnuleysi er meira en 10% í Reykjavík og fer vaxandi. Nú ríður á að taka skynsamleg skref, tryggja fullnægjandi grunnþjónustu og leggja alla áherslu á að sinna þeim verst settu svo fólk getur komið út úr veirukreppinu með von í hjarta. Tryggja þarf störf við skynsamlegar fjárfestingar. Ekki allir eiga heilt og gott heimili sem er hvorki heilsuspillandi né óleyfishúsnæði. Byggja þarf fleiri hagkvæmar íbúðir, hjúkrunarheimili, húsnæði fyrir fatlað fólk og gera átak í viðhaldi á rakaskemmdu húsnæði borgarinnar, ekki síst skólabyggingum. Fleira spilar inn í sem gera málin flóknari. Ávöxtunarkrafa á nýjum grænum skuldabréfaflokki borgarinnar er 4,5%. Þetta eru verri kjör en borgin fékk í útboði í maí en þá var tilboðin nafnvirði 2,6 milljarða króna með ávöxtunarkröfunni 2,99%. Álag á skuldir borgarinnar hefur því hækkað þessu ári og vaxtakjör versnaði meira en 50%. Fjármögnun hins svokallaða græna plans á næsta ári er orðin dýr. Og liður 3, fulltrúi Flokks fólksins situr hjá við afgreiðslu græna plansins af þeirri einföldu ástæðu að borgarstjórnarmeirihluti notar hugtakið grænt og frjálslega. Orð og athæfi fara ekki saman. Sagt er að standa í vörð störf en á sama tíma er fólk rekið úr störfum. Það samræmist ekki inn í svokölluðu samfélagslegu víðgræna plansins. Sagt er að útvista í verkum í hagræðingaskyni. Það fær varla staðist. Verktakakaup borgarinnar er löngu komin út yfir eðlileg mörk sem er alvarlegt mál og efni í aðra bókun. Fulltrúar borgarmeirihlutan segist vera náttúrunundir en hafa engu að síður samþykkt að leggja 3. áfanga Arnarnesvegar þannig að vegurinn muni kljúfa Vatnsendahvarfi eftir endurlöngu og takmarka framtíða möguleika væntanlegs vetrargarðar. Ekki liggur fyrir hvernig mengunarmál verða leyst þegar stór gatnamót verða alveg upp við leik- og útivistarsvæði sem er að mjög miklu leyti notað af börnum. Miklir möguleikar eru á að byggja þarna upp gott útivistarsvæði enda hæsti punktur borgarinnar. Fleira mætti telja til sem ekki er í neinu samræmi við græna planið sem er í grunninn hinn ágætasta hugmynd. Ef grænt plan á að vera trúverðugt og sannfærandi nálgun þarf að felast í því samkvæmni og heilindi. Og svo er það fjárfestingaráætlunin, það er að segja fyrsti liður, tillögurnar, Flokkur fólksins lagði til breytingartillögur sem hafa verið felldar. Og þær eru að afnema skuli hagræðingarkröfu á skóla- og frístundasvið og velferðarsvið árið 2021. Sett verði inn bráðabirgðar ákvæði í reglugerð sérstakan húsnæðisstuðning til sporna við einkaneyslu til örorku og endurhæfinga lífeyrisþega leiði ekki til skerðingar á sérstökum húsnæðisstuðningi og þar með hækkun húsaleigu hjá félagsbústöðum. Að vannýttar fjárhæðir frístundakostnaðar vegna COVID færist yfir á næsta ár 2021 vegna niðurfellingar skerðinga frístundastarfs. Að stöðugildi talmeinafræðinga hjá borginni verði fjölgað um 2 en 210 börn eru á biðlista eftir þjónustu þeirra.
Að stöðugildi sálfræðinga við borginni verði fjölgað um 3, en 800 börn eru á biðlista eftir skólaþjónustu, flest sálfræðiþjónustu. Að styrki til dagforeldra verði hækkað um 50%, dagforeldrar berjist fyrir lífi stéttar sinnar. Að hækka skuli úthlutun fjárhæðar í 130.000 krónur á barn af erlendum uppruna, en yfir 2000 grunnskólabörn af erlendum uppruna fædd á Íslandi eru afar illa stödd í íslensku samkvæmt mælingum. Tillagan felld en sams konar tillaga lögð fram af meirihlutanum. Halda þessu til haga og þá fer ég yfir í 5. Sorpa. Erindi frá Sorpu hefur borist þar sem óskað samþykkis fyrir lántöku vegna rekstraráætlun samlagsins fram til 2025. Sorpa er það byggðasamlag sem farið hefur vest með Reykjavík af öllum byggðasamlögum. Gjaldskrá Sorpu hækkar nú 24% að jafnaði og grundvallast á þeirri reglu að sá sem afhendir Sorpu úrgang greiðir fyrir meðhöndlun hans. Loksins er einhver hreyfing í metansölu sem þakka má öflugu markaðsstofa. Aldrei datt stjórn áður í huga að reyna að gera eitthvað í markaðssetningu metans. Nú á að framleggja yfirdráttarheimild að uppákoma 1,1 milljón króna og jafnframt 1,1 milljarður og jafnframt að fá nýtt lán alltaf 300 milljóna til 10 ára. BS-kerfi er í eðli sínu stórgallað kerfi og það ætti að stefna því að leggja slíkt kerfi niður. Til að bæta það þarf að auka áhrif kjósenda og minnihlutaflokka, ekki aðeins með því að bjóða þeim meiri aðkomu, það þurfa að vera alvöru áhrif. Leiðir sem mætti skoða eru fulltrúafjöldi í samræmi við íbúafjölda þeim sveitarfélögum sem eiga félagið, fulltrúar í samræmi við styrk flokka í sveitarstjórnum. Í stað byggðasamlagskerfi gætu komið samningar með einstöku verkefni ef það er hagkvæmt. Og það er ekki alveg búið. 7. Það eru viðaukarnir fulltrúaflokksfólk sem styður viðauka sem lúta aukin og bættri þjónustu við borgarbúa vegna COVID. Ekki er hægt að samþykkja deiluskipulag Elliðaárdals sem þetta sumt fyrirkomulag það er ekki í nógu mikilli almennri sátt. Og síðan að undir þessum liði var líka breytingartillögu meirihlutans. Meirihlutinn lagði fram sambærilega tillögu Flokkur fólksins lagði fram 3. nóvember og aftur 15. desember að hækka fjárheimild til skóla- og frístundasviðs vegna kennslu barna með annað móðurmál en íslensku. Borgarfulltrúi, það er ekki hægt að leggja fram bókun undir þessum lið þarna. Þær voru teknar fyrir á öðrum stað. Ég ætla að biðja borgarmann að halda áfram að lesa aðra bókunir. Já, þá skulum við bara ekki hafa þetta undir þessum lið á 2 stöðum. Þetta náttúrulega meikar ekkert sens. En já, ég fer hérna í 8. Umsögn vegna Arnarnesvegar. Þessi umsögn tekur ekki á einum mikilvægasta þættinum í tengslu við lagningu 3. áfanga Arnarnesvegar. Þessi liður 8. Með framkvæmdinni er lokað fyrir frekari nýtingu svæðisins, lokað fyrir framtíðarmöguleika. Þegar er komin hugmynd vetrargarð en hægt er að gera miklu meiri í kringum hann ef rými til staðar. Þetta er hæsti punktur borgarna. Þarna má setja upp bláan útsýnispall sem hefur afþreyingargildi. Ef vetrargarður verður vinsæll þarf hann einhverja möguleika á þróun, stækkun, útisvæði, gönguleiðir og fleira. Vegagerð þarna mun hindra annað sem hefði mun meira jákvætt í för með sér en að fólk úr austurhluta Kópavogs geti ekki hratti frá Kópavoginum. Og í sömu bókun er listi yfir samþykkt hundaleyfi undir ákveðnu lið sem er tekið þarna fram í efnisyfirliti. Það er afar undarlegt að sjá svona lista laga fram í ljósi tillögu stýrihóps sem endurskoðun gæludýrareglna að fella niður hundaleyfisskyldu. Ef leggja á niður hundaleyfisskyldu er ekkert sem réttlætir lengur hundaeftirlitsgjald. Samt á að halda áfram að innheimta eftirlitsgjald. Það er af þeim sem láta skrá hunda sína hjá Reykjavíkurborg sem er í mesta lagi eigum 2000 hunda af áætlun 9000 hundum í borginni. Loksins voru vinnuskýrslur birtar sem staðfesta að hundaeftirliti hafi nánast ekkert að gera. Allt árið í fyrra voru mál næst 21 fyrir utan desember. Þetta er ein eftirlitsferð á viku fyrir hvorn hundaeftirlitsmann. Og þá er spurningum að hvernig ég fer með þessa bókun sem að þið eruð að neita mér að hafa eins og ég vildi eða eins og er samkvæmt dagskrá. Hluti af henni eru viðaukar og Elliðaárdalurinn. Það hlýtur að fá að standa. Sá hluti stendur en aðrir hlutir geta ekki átt undir þessum lið. Hjálmar, það er mjög óheppileg mynd af þér á skjánum núna. Og það er hérna, við skulum bara aðeins taka þetta og ég ætla að leyfa öðrum að koma að staðleysu bókunir á meðan við finnum út af þessu. Hérna, Sanna Magdalena Mörtudóttir, ert þú með bókun til þessu upp? Fyrsti liður, fjárhagsvandi Reykjavíkurborgar 2021.
Fulltrúi sósíalista bókar hér afstöðu til breytingartillagna. Sósíalistar taka undir meginsjónarmið græna plansins en óttast blöðunum hagræðingu í launakostnaði sem eru þar boðið. Varðandi tillögur Sjálfstæðisflokksins þá tala sósíalistar gegn öllu sem snýr að sölu á félögum borgarinnar, einkavæðingu og útboði á grunnþjónustu borgarinnar. Ýmsar tillögur eru jákvæðar en ekki hægt að styðja þar sem lagt til að það sé gert á kostnað almannarýma. Það á að vera rými til að gera bæði. Sósíalistar eru alfarið á móti hugmyndum sölu á eignum úr félagsbústöðum. Þegar kemur að framlögum til skóla óháð rekstrarformi geta sósíalistar stutt það svo lengi sem þeir eru reknir án hagnaðarsjónarmiða. Vegna hækkunar til niðurgreiðslu til dagforeldra með börnum 18 mánaða og eldri styðja sósíalistar slíkt til að mæta þeim foreldrum sem ekki fá inn á leikskóla fyrir börnin sín en taki leikskólaplássið þegar það býðst. Varðandi tillögu Miðflokks forgangsröðun í þágu lögbundinna verkefna taka sósíalistar undir mikilvægi þess að forgangsraða en geta ekki tekið undir kerfisbundinn niðurskurð á skrifstofu borgarstjóra og í annarri stjórnsýslu borgarinnar. Allar breytingartillögur sósíalista voru felldar en þó var stuðningur við tillögurnar úr ólíkum áttum. 2-5 ára áætlun í fjárhagsáætlun setjum við línurnar til næstu 5 ára hjá Reykjavíkurborg. Það er mikilvægt að skoða tekjustofna og hvernig eigi að koma með fjármagnin í borgarsjóð svo áætlunin gangi upp til langtíma. Á síðustu áratugum hefur skattbyrðinni verið létt af fyrirtækjum og fjármagnseigendum og hún færði verið lág og millitekjuhópa. Við getum ekki ætlast til þess að hinir tekjulægstu í samfélaginu beri kostnaðinn af því að félagslegri uppbyggingu sé mætt og þurfum að sækja fjármagn til þeirra sem eru aflögufærir. Tillögur sósíalista snýr að því að fella niður leigu einmanna hjá leigjendum félagsbústaða, bjóða upp á gjaldfrjáls skólastarf og frístundaheimili, afskort fyrir notendur akstursþjónustu fatlaðs fólks, hækkun fjárhagsaðstoðar, desember uppbót til allra fjárhagsaðstoð, greiðslu NPA-samninga svo enginn þurfa að bíða eftir því sem þau eiga rétt á, fjárfestingu gegn húsnæðiskreppu og tillögum útsvara fjármagnstekjur sem fjármagna félagsleg verkefni sveitarfélaga. Allar tillögurnar voru felldar. Fulltrúi sósíalista hefur lagt fram viðamiklar fjármögnunarleiðir sem fara mætti til að leitast við að styrkja tekjustofna borgarinnar og framlagar tillögur nú snýr að því að mæta þeim sem áætlun Reykjavíkurborgar gerir ekki ráð fyrir. 3. Tillagan græna planið. Fulltrúi sósíalista styður við meginstefnu græna plansins sem byggir á 3 lykilvitum sem snúa að efnahagslegum, samfélagslegum og umhverfislegum þáttum. Vakin er athygli á því að undir aðgerðum í fjármálum er talað að ná fram 1% hagræðingu á ári í launakostnað í gegnum aðhaldsaðgerðir, endurskipulagningu og stafræna umbreytingu. Eðlilegt er að skoða hagræðingu þar sem það á við og endurskipuleggja það sem hægt er en á sumum sviðum er alls ekki hægt að hagræða og mikilvægt að skera ekki niður þannig að það bitni illa á fólki. Þá er mikilvægt að hagræðing bitni ekki á starfsfólki sem nú starfar fyrir Reykjavíkurborg og sinni mikilvægum störfum. Við þurfum að verja störf. Fulltrúi sósíalista vonar að stefnan engin skilin eftir verði ekki innantóm orð. Fjölmargir hafa verið skildir eftir sem bíða til þjónustu frá Reykjavíkurborg. Í tillögu að græna plani telur fulltrúi sósíalista mikilvægt að ávarpa afleiðingar þess kapítalíska markaðshagkerfi sem við búum við og hvernig Reykjavíkurborg ætlar að takast á við það. Við verðum að beina sjónum okkar að þeim sem menga mest úr fyrirtækjum sem standa baki mestri mengunni. Á þeirri vegferð er mikilvægt að grænn kapítalismi verði aldrei leiðin gegn hamfarahlýnun enda mun slíkt ekki virka. Svo er það bókun undir lið 4 til að fjármála og fjárfestingarstefnu Reykjavíkurborgar. Undir þessum lið er lagt til að borgarstjórn samþykki liðin ásamt bókun sem fylgir með í gögnum fjármála og fjárfestingarstefnu. Fulltrúi sósíalista getur tekið undir mikilvægi þess sem fram kemur að vinna sig úr COVID-kreppunni með kraftmiklum grænum vexti og að fjármagna viðspyrnu með lántökum. Fulltrúin tekur einnig undir mikilvægi þess að fara ekki í niðurskurð. Fulltrúi sósíalista getur ekki tekið undir hagræðingarkröfur sem settar eru á sviði Reykjavíkurborgar en áfram verður 1% hagræðingarkrafa á flesta málaflokka. Hagræðingarkrafa á velferð og skólamál verður tímabundið lækkuð í 0,5%. Sviðin sinna greiðlegri mikilvægri þjónustu og sumum stöðum er alls ekki hægt að hagræða. Fulltrúi sósíalista telur gott að verið sé að setja fram fjármála og fjárfestingarstefnu til langs tíma þó hún sé ekki endilega sammála öllu sem þar komi fram. Svo er ég með bókun við lið 7, fundargerð borgarráðs frá 3. desember. Vegna Elliðaárdals þá vilja sósíalistar koma þessu á framfæri. Áheyrn fulltrúi sósíalista fagnar aukinni vernd Elliðaárdalsins og bættum tengingum fyrir hjólandi og gangandi en hefði viljað sjá þróunarsvæðinu Stekkjarbakka á Suðurfell inni í skipulaginu. Einnig hefði fulltrúin viljað sjá allan dalinn friðaðan en ekki bara svæðin á milli stígana. Vegna 9. liðar í fundargerð, viðaukar við fjárhagsáætlun, kemur fulltrúi sósíalista þessu á framfæri. Undir þessum lið
en meðal annars verið að leggja til að fjárheimildir á skrifstofu miðlægrar stjórnsýslu verða hækkaðar 22 milljónir vegna aukins launakostnaðar kjörinna fulltrúa. Til samræmis við 3. grein samþykkti hann kjör og starfsaðstöðu kjörinna fulltrúa hjá Reykjavíkurborg fylgja laun borgarfulltrúa þróun launavísitölu. Kostnaðarauki vegna hækkunar launavísitölu á árinu 2020 nemur 25 milljónir króna og hann að hluta eða sem nemur 3 milljónum króna fjármagnaði með tilfærslu fjárheimilda af kostnaðarstöðu 01030 aðrar nefndir. Fulltrúi sósíalista bíður enn eftir afgreiðslu á tillögu að grunnlaun borgarfulltrúa og fyrstu varaborgarfulltrúa taka ekki hækkunum á tímum COVID. Sú tillaga var lögð fram í apríl á þessu ári. Og þá ég búin. Bestu þakki fyrir það, Sanna Magdalena Mörtusdóttir borgarfulltrúi, Vigdís Hauksdal borgarfulltrúi. Ert þú búin með allar þínar bókanir? Já, borgarfulltrúi hefur ekki beðið Fyrirgefðu forseti, varstu að... Ég var að spyrja hvort borgarfulltrúi væri búið með allar sínar bókanir. Ég búið með 2 nýja bókanir og svo lagði ég frá 2 gamla sem búin að lesa, þannig ég bara fín og Takk fyrir það. Takk hérlega fyrir það. Nú þá ljúka bara minni tíðst, ég búin að breyta þessari við 7, ég má lesa hana. Gjörðu svo vel, borgarfulltrúi. Það var í rauninni bara byrjunin eins, það segir varðandi viðaukana, ekki hægt að samþykkja deiliskipulag 11. enda sem tilbúna þar ekki nóg með annríkjan sátt, 11. mörgum afar kær, jafnvel þótt að segja hans sem óskorpa náttúru lengur, manngerði náttúra. Þar með ekki sagt að gilda hans ekki mikið þvert á móti skort hefur á samráði borgarbúa varðandi deiliskipulag. Það hefði verið hægt að vinna þessa borgarferli miklu meira með fólkinu með notendum dalsins. Takk fyrir það. Já, þetta sirka svona. Takk fyrir það, Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi, og þá hafa ekki fleiri hvatt sér hljós á fundinum og vill forseti nýta þetta tækifæri til að þakka öllum borgarfulltrúum fyrir óvenjulegt ár og vonandi að það verði óvenjulegt, vonandi við munum minnast þess ár sem óvenjulegs árs en næsta ár verði með hefðbundnara sniði. Sömuleiðis þá vill forseti nota ekki vel að þakka öllu líkt og svo margir borgarfulltrúar gert starfsfólki borgarinnar fyrir ótrúlega vel og unnin störf á þessu ári, hvort sem starfsfólki hér í Ráðhúsinu eða starfsfólki í Borgartúni eða starfsfólki á öllum starfstöðvum borgarinnar í velferðarráði, í sundlaugunum, í skólunum og leikskólunum og alls þar sem starfsfólk borgarinnar starfar. Nú tekur við jólahátíð bráðum og óskar forseti tilefni að öllum borgarfulltrúum, öllum starfsfólki borgarinnar, borgarbúum sem og landsmönnum öllum gleðilegra jóla og við sjáumst öll á nýju ári. Fundi slitið. Takk fyrir.